Já, komið heil og sæl og verið velkomin að tækjunum. Já, það eru Chess After Dark bræður sem að heilsa ykkur á það er nú að fallega við þetta hlaðarsform. Þetta getur verið mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur, en við erum að taka hér upp á miðvikudagskvöldi. heldur betur. Og gestur kvöldsins er Brynjar Björn Gunnarsson, fyrrum atvinnumaður í knattspyrnu og þjálfari. Brynjar spilaði meðal annars með KR, Stoke City, Nottingham Forest, Watford og Reading og er jafnframt afbragðs þjálfari. Já, heldur betur. Við ætlum að hafa þáttinn tvískiptan og byrjaði að ræða þjálfaran Brynjar og seinni hálfleikur verður síðan leikmaðurinn. Já, verður svona í öfur í tímaröð. Í anda fótboltans. Vertu hjartanlega velkominn. Takk hérlega fyrir það. Þetta hafðist hjá okkur. Gaman að sjá okkur. Já. Við erum búin að gera nokkrar tilraunir, Já, eða ekki? en hér erum við í kvöld. Læstum okkur næst í úti. En hér erum við. Já, glæsilegt. Áður við förum í kjötið, þá langaði mig bara rétt að snerta á Hótel Keflavík. Já. Fjölskyldur ekki glæsilegt 4-stjörnu hótel í Keflavík, örfáum mínútur frá Keflavíkurflugvelli. Einmitt. Og örfáum mínútur frá Reykjavík því að skipta, sko. Birgir, þú nú góða reynslu þaðan? Já, ég meina bara kona mín elskaði minn eftir að tók hann Hótel Keflavík, hún mun aldrei fara fram með núna. Og spæði þarna Versace flísanar, guð minn alma. Já, og svo bara rétt snögt líka hérna Defend Iceland. 95% af veikleikum fyrirtækja í varnaröryggi eru óþekktir. Það er að segja finnast ekki með hefðbundum skönnunartólum sem að leita, fyrir þá sem vita ekki hvað skönnunartól eru, þá er nokkur örugglega, þá leita þau eftir veikleikum sem eru með skráð CFE-númer og einhverju nær núna. Hvernig læt ég? Yfir helmingur. Gott að vita. Þá veit ég hvað ég er að vera að gera ekki með þeim. Defend Iceland, þeir eru með allt upp á 10 þegar kemur að vörnum fyrir tölvunar og ykkar velmættu og viðkvæmu gögn. En að þetta í kvöldsins, Brynjar, við byrjum bara því, hvernig liggur á þér? Bara vel. Já. Var að koma úr öðru podcasti frá Reading. Já. Þannig að hérna kvöldu fer í þetta bara. Já, tókstu það bara remotely eða? Já, bara Zoom. Já. Var það skemmtilegt? Ég hef ekki, var það bara Nei, það er svona stuðningsmanna podcast, stuðningsmanna félag podcast og það var svona farið í gegnum ýmislegt. Það er náttúrulega búið að vera alls konar vesen í gangi þar með eigenda Reading og þeir eru að vonast til að bara á morgun verði gengið frá nýjum eigenda og svona framtíðin trygg. Já. Það er búið að vera, síðan 2-3 ár held ég, þeir eru búin að vera í tómum brasi. Þeir eru ennþá í Championship, eða ekki? Lík 1. Þeir eru konið lík 1? Já. Okay. Voru endur í 7. sæti. Þar rétt miðstu á playoffsinu og sem er bara góður árangur með að þeir hafa ekki fengið að kaupa leikmenn í 2 ár held ég. Já, það málið. Já, ok. Tekið aðeins stig í fyrra og reyndar ekki búið að taka neina stig að þeim á þessu tímabili. Og náttúrulega búið að skipta þjálfara, hann fór til Hull, minni mig. Og gamall leikmaður hérna sem ég spilaði með, Noel Hunt, tók við. Já. Og búið að ganga bara vel. Já. Já, gott. Þannig að þú fylgist vel með þínum gömlu félögum? Ég gera það, já. Algjörlega, við komum betur með Reading eftir. Já, gerum það. Við skulum byrja þetta bara í Vesturbænum. Já, það sem ykkur líður vel. Já. Nýti hvert ekki verið að tala það, sko. Kannski byrjum bara á að ræða mál líðandi stundar. Það er þetta KL-ið í dag. Já, hvað finnst þú að landsins að tala um það? Sko, Óskar Hrafn og öll hans brendu skip stóð upp, leita aftur fyrir mig og sá engin skip. Er KL-ið betra en þú bjóst við, kannski fyrir tímabili? Hefur komið þér óvart? Nei, eiginlega ekki, sko. Maður náttúrulega gæti gefið sér að það væri vel þjálfað og vel skipulagt og góðu formi, þú veist, það er gott starfslið þarna í kringu liðið með Óskari. Ég er ekki alveg, hvað ég segja, það er sem ekki að selja mig neitt, en ég er ekki alveg, maður veit ekki ennþá hvað þeir eiga eftir að enda, sko. Efri hluta, neðri hluta, miðjunni, einhvers staðar, þú veist, þeir eru með, búin að vinna 1 leik, búin að gera 4 jafntefli, ekki 5 leiki búnir. Já, taplausir. Taplausir, gætu verið búin að tapa 4 leikjum, gætu verið búin að vinna 4 leiki, þú veist, þannig að,
þannig að það er ótrúlega erfitt að segja hvar þeir munu að vera síðan í lok október, eða byrju nóvember, lok tímabils. En eru ekki sammála að það var alvöru, af því að ég var nú á þessu leik Breiðablik KR sem var á mánudagskvöldi, það var alvöru statement hjá þeim svo framist að þá langar með þeir voru komni lengra en allavega ég hélt. Já, þeir voru að koma tilbaka og komast yfir og það var bara hrikalega velgert og flott. Ég var á þeim leik en það er sama með þann leik og kannski KR Valur, þú veist að hefði Breiðablik svona aðeins verið á tánum í 10 mínútur viðbót þá hefði kannski leikurinn dáið sko, í seinni hálfleik. En síðan gerir Breiðablik kannski svolítið sömu mistök og Valur gerði það. Þeir fara að slaka á og þeir fara að leggja staðins tilbaka og þeir fara svona að verja stöðuna sína svolítið en ef menn er ekki búin að átta sig á því að þá er KR-liðið þannig að það bara heldur áfram að lemja á hurðina alveg sama hvað stendur á klukkunni. Já, og þó var staðan sko 3-2 útivöll á móti Íslamsmeistarunum sko. Þá voru þið bara með alla frammi sko. Já, talandi að verja stöðuna sína eins og Breiðablik gerðu, er það eitthvað sem að KR-ingarnir hefðu mátt skoða eða það eftir að komast yfir? Já, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvar skipin eru, sko. Það er náttúrulega, það er ekki skip. Það er svo sem, þannig að, það er eitthvað sem hefði alveg mátt gerast, en það markið kemur kannski ekkit upp úr því, það er bara góð sókn á Blikum alveg finish. Og hann klárar þetta hrikalega vel, hann Kristófer Ingi, já. Gamall stjörnustrákur frá okkur þann og það var bara vel gert en bæði lið hefðu ég veit ekki, allavega fyrir mína parta það er náttúrulega bara persónulegt sko, að þá hefði maður á einhverju tímapunkti ekkert lagst tilbaka en þú hefði svona aðeins laga stöðuna. Já, algjörlega sko, ég var í Löns í dag með grjótörnum KR og þeir eru byrjaðir að segja sko, já, Blikar ekkert frábærir, Víkingar ekkert frábærir. Er titillin opið? Styttst í heilsíðu. Já, mótið er náttúrulega bara opið, þú veist, meðan lið eins og, þú veist, IBF, Afturhelding, Vestri eru þarna fyrir miðri deild og rétt fyrir ofan það og þá er hugsa ég að lið eins og FH og KA og Fram jafnvel og fleiri þarna svona fara að hugsa sér, þau þurfa að eiga bara nokkuð gott tímabil til að lenda ekki í fallbártunni. Sko. Þetta er enda frábær punktur á Brynjari því að þessi lið sem kannski heldur myndi verið í 7. og 8. sæti voru búin að pinpointa eitthvað 3, 4, 5 lið sem að verið fyrir neðan þau, svo voruð bara að sjá, þau Vestri strax komið 10 stig, Afturhelding komið 7 stig, það er ekkert lið sem horfir á sem bara, þetta er fallbyssufóður. Allavega ekki Nei, það er ekkert svona augljóst, þú veist, næri góðan sigur, FH næri góðan sigur á móti Val. Þannig að þú sér þetta alveg í að FH og jafnvel KA svona miðað við söguna að þau vinni sér svona eins inn í mótið líka þannig að þau eru bara það sem er í dag og hvað þau verið til 10 leiki er ómögulegt að segja. Já, algjörlega. Víkingsfélagin kannski farið hægt af stað og hægir en margir bjuggust við. Hvað hefur kannski komið mest á óvart svona í upphæðu tímabils? Bara heilt yfir. Það er það er góð spurning. Sennilega Vestri. Já. Það er svona miðað við úrslit og þá hafa þeir gert ótrúlega vel sko. Já, hann er greinilega hörku þjálfari. Já, þeir eru svo sem að gera það sama og hafa verið að gera síðust 2-3 ár. Okay. Það er bæði úr lengjudeildinni og í fyrra í bestudeildinni. Þú veist eru með góð þéttan bara 5-4-1 pakka fyrir aftan boltan og síðan eru þau bara orðnir aðeins betri í því og aðeins betri að komast út úr stöðunni og út úr vörninni sem gerir það verkum að þeir eru hættulegri náttúrulega fram á við þannig að og svo er bara nær Davíð að bergin einhvern anda og vinnusemi og svona einhverja þarf að búa til einhverja liðseldan á frekar stöðum tíma. Já. Þannig að það er bara, eins og segir, komið með 10 stig núna, það er bara 10 stig í að þeir séu öruggir í deildinni. Einmitt. Og svo máli líka hrósa Davíð fyrir það að hann er greinilega ansi góður í að skáta útlendinga. Eða mér veist eitthvað neginn hann alltaf hitta. Sem er hægara sagt en gert, Já, hann hitti vel og ég held að menn í kringum hann líka séu með einhver sambönd og þú veist, þeir eru búin að gera þetta fyrir vestan í mörg ára eða ekki að skáta útlendinga. Þeir eru töluvert reynslunni ríkari en margir aðrir. Sko. Já, klárt.
kannski áruna við kveðum bestu deildina 8 topp 4 handa okkur Loka topp 4 early days og allt það Já Það mun örugglega eldast illa. Eflaust. Örugglega maður koma aftur hérna þá í lok, hvað skal ég koma með þetta? Svona fljótt Breiðablik Víkingur Valur KR. Já, þetta hljómar á 1-4. Einmitt. Heldur að Túfa sig hann hræddur stöðuna sína? Nei, ætti ekki að vera það. Nei. Það hérna Valur svona bara þungt lið einhvern veginn, þú veist, þeir eru margir þarna reynslu, þú veist, Hólmar og fleiri, þú veist, Aron Jó og Patrik Pedersen, þú veist, þetta eru reyndir leikmenn, þú veist, þetta er ekki þessir frísku 21, 23 ára hérna og eru eins og allt út allt á öllum vellinum, sko. En hérna þannig að þetta er þeir svona eru meiri dísilvél þeir eru að mjatla þetta inn svona hægt og rólega. Já. Leður skriðþungin kemst að stað. Jú. Hvað er lið falla? Það eru eiginlega bara erfiðar að segja til það núna. Það er bara mjög erfitt. Káa er í hættu. Mögulega Ía. Já. Fram já, eins og þetta er núna. Já, ekki eldingin? Jú, en þeir eru, þú veist, búin að ná í, þú veist, auðvitað vinna í Víking og fara síðan upp í Fram og tapa þar, þannig að, þú veist, þeir eru svona heitir og kaldir, greinilega. Þeir verða að eiga bara mjög gott sumar á sínum heimaðli til að forðast að falla eða vera í þeirri baráttu. Já, kannski eitt til að slúta þessu, þínu gömlu félagar Jolliból, skellur í Mosó í kjúklingabænum, 3-0 tap loksis, eða núna er eitthvað stöðnir með stjórnum þannig að segja bara, herru, jæja, nóg er nóg hvað, er hann eða þá með allan Garðabæinn á baka sig? Já, ég held að hann er alltaf með stjórn, það er náttúrulega, hann er mjög hávær Garðabærinn, sko, þegar hann fer á stað, það eru margir mjög háværir menn þarna Lúðvík Jónasson og fleiri góðir í bænum, sko, þannig að það er ekkit einfalt starf, sko. Nei, sá ekki þann leik, hann var á sama tíma og Breiðablik KR, sko, þannig að Breiðablik KR, þannig að nei, ég held, en Stjarnan hefur alltaf verið svolítið þannig lið, það er svona heitt og kalt, sko, bæði þegar Gústi var og síðan þegar Jökull tekur við þeim, sko. Þeir eru einhvern veginn með svona, það svona fer eftir í hvaða skapið þeir eru stundum, þeir mæti til leik, sko. Þannig að þeir geta alveg tekið upp á því að vinna 2, 3, 4 leiki í röðu líka, sko. Já. Galli við Garðabæinn er kannski hvað er stutt frá stjórnarherbygginu niður í heitabótt. Það bergmálar eiginlega frá milli, sko. Við skulum færa okkur yfir í þjálfaran Brynjar Björn og það er í boði Kalda. Já, ég er í Kalda Light í kvöld. Þú ert í Kalda Light í kvöld. Verða að náma gull úr yðrum Árskógsands. Þetta er svona Amarok Íslands. handverks brughúsa og gera það sem við gera vel og af nattni og það sést alveg á bragðinu. Já. Kaldi læta þetta miklu uppáldi hér á bæ en svo sumar Kaldi víst að mér sagt svakalur. Já, kannski hann bara mættur. Besti Kaldi til þessa, mögulega. Fyrsta spurning, Brynjar. Þú mættir inn sem aðstoðarþjálfari Fylkis á síðasta tímabili en þar var auðvitað þinn allra besti Rúnar Páll aðalþjálfari. Leiðilegt sísón og þið fjallu ætlum ekki að kannski erum ekki að reyða kannski öllum þættinum í það ein stuttutími kom þeirra óvart að hafa ekki verið boðin að þjálfarastað? Já boðin, það kom mér kannski óvart að fá ekki að eiga það samtal við stjórnin allavega að taka við liðinu og síðan, þú veist, Árni tekur við og þeir hefur þá bara átt eitthvað samtal við hann og mig, þú veist, samhliða og kannski 1-2 aðra líka, en hérna það hefði verið svona einhver vinnubröð sem maður hefði talið að væri eðlileg, sko. En ekki ósáttur að fá ekki starfið per se, sko. Heldur bara eiga það samtal hvað væri hægt að gera og hvað þurfti að gera við hópinn og hvernig þurfti að vinna hlutina áfram í rauninni, sko. Það var kannski
það sem svona koma óvart fyrst að maður var komin hann inn og Rúnar var svona hálfpartinn á svona vissi það að Rúnar myndi sennilega hætta eftir tímabilið að þá hefði ég búist við því að fá það samtal og kannski ósáttu við að þegar ég mættur á svæðið að fá ekki samtalið fyrst að ég er þarna á svæðinu líka sko. Fyrst eitthvað skýring á þessu? Nei, bara nema þá að þeir ætluðu bara að ráða hann Árna. Já. Mögulega kannski bara löngu búið ákveða? Mögulega var búið ákveða það og mér skilst að þeir töluðu eitthvað við hann sumarið þegar það vantaði aðstoðarmann að koma inn í teimið þá. Rúnar vildi það ekki. Hann vildi freka mig. Kannski bara skiljanlega, við bara þekkjumst vel og höfum unnið bara ágætlega saman og gerðum það í þessa 2-3 mánuði sem ég var þarna sko. Við náðum svona ágætis, það kom smá svona í byrjun unnum Skagan og náðum ágætis úrslitum og síðan einhvern veginn var þetta bara erfitt, það vantaði náttúrulega bara framherja í liði sko. Já, það er erfitt að vera ekki með framherja. Það er mjög erfitt að reyna að skora mörk og vera ekki með einhverjum náttúrulega framherja sko. Já. Færum okkur yfir í jarðhræringar fyrir til Grindavíkur þú tekur við Grindavík hann 1. ágúst 2023 og fengum Helga C. gott viðtal fyrir þó nokkru síðan það sem hann fór náttúrulega yfir tíman sinn hérna á Grindavík, þú tekur náttúrulega við á honum og tekur liðin á miðju tímabili sko þegar Brynjar tekur liðinu þá er liðið í og ég set alltaf heimaðurna mína, hún er stjörnumert þá er liðið þá er liðið 9. sæti með 16 stig eftir 15 leiki þá var miklu til tjálta þessu liði Óskarinn Hauksson, Guðmundur Lýðsson, Marko Vardit sem er í Skaga núna, Einar Karl Ingvarsson og fleiri góðir kannski dálítið svipað eins og Brynjar lýsti valsliðinu á hann, dálítið þungt lið og þetta lið átti samkvæmt sérfræðingum ég var að skoða eitthvað á spár fyrir það tímabil að fara beinleiðis upp þegar tímabilinu lýkur þá endar liðið í 7. sæti með 28 stig eftir 22 leiki sem þýðir að Brynjar sótti 12 stig í 7 leikjum ef starffræðin minn er ekki að klikka 1,7 stig í leik fær svo áframhald þarna og ferðin í tímabilið 24 ef við byrjum bara þar þarna varstu líklega að koma bara eitthvað long term project eða eitthvað þannig leit ég á það allavega, já ef við byrjum bara þarna þú veist haustið eða ágúst þarna þegar ég tek við þá náttúrulega staðan ekki góð og það var búið að tala liðið mikið upp í eins og munið í byrjum móts og móti byrjaði vel hjá þeim vinna val í bikar og eru bara á góðu róli í deildinni eftir fyrstu 4-5 leiki ef mann rétt sko. Og svo gerist eitthvað þarna í middiltíðinni ég tek við þeim þarna 1. ágúst fyrsti leikur er Leiknir mögulega, já Ég fór ekki alveg svona djúpt, sorry. Fórstu ekki alveg þannig, nei. Vestri eða Leiknir. Allavega við áttum í þessari periódu sem ég tek við liðinu áttum við held ég 4 af 5 efstu liðunum í fyrstu leikjunum. Man ekki hvað röð, Vestri, Leiknir, Afturelding, mögulega eitthvað eitt annað þannig sem ég er kannski að gleyma. Sko, já, það er Vestri sorry, bara því er grafið upp það er 1-1 við Vestra á heimavelli svo tekur við Afturelding útivelli 1-2, geta það að passa? Já. Svo vinnur Leikni 1-0 svo kemur eitthvað skellur á móti Fjölni 5-1 Alveg rétt, það er 4. liði sem sagt í efri hlutanum þannig sko. Vinnur Ægi 7-2 svo 5-0 tapir Tróttur vinnur Selfoss 2-1 og svo tapir Þór 3-0 Þannig að, þú veist, heilt yfir þá bara, þú veist, ef við höfum tapað eitthvað af þessum liðum, þannig að þá er bara fallið aðra deildina, held ég. Já, var umspili mætt hann eða? Nei, það var síðasta, held ég, tímabilið fyrir umspil, held ég. Og þannig að, þú veist, 1-1 Vestri sigur í Mosfellsbænum þar sem þeir voru, held ég, ennþá efstir í deildinni, mögulega. Þannig að þeir að berjast fyrir því að fara upp um deild og þannig að úrslitin og stigasöfnunin bara þokkaleg svona miða við en ég held að sé reyndar rétt hjá þér fyrsta ári sem umspilið var að byrja þegar við vorum að horfa upp í 5. sæti á einhverjum tímapunkti lendum í 7. sæti
5 stigum á eftir næsta liði held ég. Var þarna Þróttarleikur sem við töpum sem svona gerði útslæðið það að eiga möguleika upp í við þurftum basically að vinna rest og þá vinnur allt náttúrulega og þú varst með samning út tímabilið eða hvað? Ég var með samning nei. Út síðasta tímabil í rauninni og við allavega klárum bara tímabilið, endum í 7. sæti og áfram gakk allt í góðu svo bara kemur þarna þú veist, eitthvað byrjum að æfa haustið og fríum jól og... Hvenær kemur eldgosi? Já, byrjum að æfa haustið, náttúrulega náum bara nokkrum æfingum hérna í Grindavík haustið, áður en hérna það fer alltaf hristast og ég man bara eftir, við vorum bara að æfa þarna inn í skemmunni hérna, þetta kvöld, þannig þetta föstudagskvöld sko. Það allt sér að stað? Já. Og hérna erum bara þarna milli 5 og þú veist, 6:30 bara að æfa klárum einhverja 6 og 6 leikið þarna þú veist og það allt það bara, og þetta svona svolítið rátt hús og þegar það hristist að þá glimur bara almennilega í því sko, það ekkert hérna það ekkert eins og að sitja hérna bara og það aðeins svona að finnur fyrir einhverju sko. Rúnar Kristinsson mættur þetta maður Brynja Björn mættur og stúka svona í snötrar og það var upplifelse sko. Ég og Orri fórum heim til hans í smá tíma bara spjölluðum eitthvað, þú veist, það var eitthvað í gangi og hvað myndi mögulega bara gerast næstu daga sko. Og síðan bara þarf að fara hana Krísuvíkuleiðina heim, þannig að ég fer hana heim og síðan þegar ég er komin heim að þá held ég bara að byrja að rýma bæinn sko. Og veist, síðan bara restus history eða ekki, það ekki bara einfaldast að segja það þannig að, hérna... En þú hefur oft þjálfað liðið svona aðstæðum, ekki? Jú, margoft hérna, það gekk ótrúlega vel samt sko. Það var, veist, við vorum fljótir að fá inni hjá Stjörnunni og Álftanesi og svona þú veist, veturinn í sjálfum sér var bara fínt sko. Þetta var náttúrulega sérstaklega leikmenn og stjórn og svona þeir sem voru tengdir eða áttu heima í Grindavík voru náttúrulega fann bara, þú veist, það lá á þeim, þetta bara erfitt, þetta bara fara úr húsinu sínu eða íbúðinu sinni og finna sér samastað á bara núleitni sko. Man fann það alveg, en hérna við náðum að halda þessu bara mjög vel saman svona yfir þú veist, janúar, febrúar, mars fram á vorið og það var eiginlega okkar mörguleiti okkar besti tími á þessu ári sko. Af því að það hérna vorum náttúrulega inn í miðgarði og það náttúrulega frábæra aðstaða lyftingar aðstaða og fengum að æfa þar einu sinni til 2 í viku í svona einhvern hálftíma, klukkutíma eftir lyftingar sko. Og síðan út á Álftanesi svo náttúrulega bara spiluðu Lengjubikarsleikina í það sem við þurftum að spila á útivelli sko. Og gerðum ágætt smót í Lengjubikarnum, heldur að endaði öðru sæti með FH og einhverju öðru bara sterkum liðum í riðli, FH Vestra og einhverju svoleið sko. Þannig að svona kláruðum það bara nokkuð vel sko. Það eiginlega mesta rótið gerist þegar við förum hann niður í Sagamýri sko. Já, spilum heimaleikina þar. Já, spilum heimaleikina, eigum að æfa á grasinu, spila á gerfugrasinu. Gerfugrasið náttúrulega glatað. Grasið ekki gott af því að það ekkert hugsað það. Og þá einhvern veginn fer þetta að verða svolítið svona bara meiri vinna að bara skipulega æfingu og halda mönnum á tánum. Já. Klefi, ekki klefi, þú veist, og allt þetta dót sko. Þetta hljómar ekkert spes æfa á grasinu, spila á gerfugrasinu, veit ekki hvort þú sett í hvaða klefa þetta er fáránlegar aðstæður sko. Og hvernig var samtalið við stjórnina fyrir tímabilið, hverja voru væntingarnar og svo framvegis? Væntingarnar voru það var í sjálfins ekkert var að berjast að fara upp eða þú veist, hvort sem það efri 5 eða fyrsta sætið er náttúrulega bara orðið erfitt, þú þarf bara að vera með mjög
þéttan og góðan hóp og eiga bara þú þarft eiginlega eiga fullkomið tímabil sko. Þannig að að vera í topp 5 allavega þannig að við erum svona þegar ég látum fara þá erum við búin að tapa fyrsta leik á móti Fjölni 2-3 sem hefði svona geta farið á alla vegu en svona eftir allt saman voru bara Fjölnir aðeins betri og aðeins tilbúnari einhvern veginn svo gerum við 4 jafntefli í röð á móti IR, Gróttu, Afturheldingu og Keflavík nákvæmlega það fáum okkur mark á síðustu mínútu á móti IR hendi, skotið utan velli fer í hendina á varnarmanni fellur á því og síðan var hitt svona bara myndi ég jafnteflis leikir sko. Og þá erum við að tala um lið þarna sem Keflavík Afturhelding spiluðu til úrslita í umspili Grótta byrjaði mótið mjög vel og þeir hafi fallið að lokum sko. Og IR var í umspili þannig að þú má segja við annað 4 af þessum 5 liðum eru enda í topp 5 þú sér það líka að Jú, einhverjir stjórnarmenn sem vita mismikið fótbolta, þú getur hort á töfluna þeir eru með, í 11. sæti í fallsæti með 4 stig til 5 leiki, en ég meina ef þið unnið næsta leik, ég meina þeir eru þá er þið bara komin í pakkan aftur sko. Já, næsti leikur var á móti þjálfaralausum Leiknismönnum og svo Dalvík þar á eftir þannig að það var allt mjög svona skrítið fyrir utan, við vorum með náttúrulega meiðsli Adam Árni nefið að kinnbeinsbrotnaði þannig í fyrsta leik markmaðurinn okkar við vorum með annarflokksmarkmann í markinu á móti Afturheldingu og Keflavík við vorum með annarflokksleikmann í vinstri bakverði og spilaði sem fyrsta leik á móti Afturheldingu ég held að við verið 6-7 leikmenn sem voru svona eitthvað tæpir eða middir sko. Bjarki Aðalsteins, Adam Árni Krissi Konn ég er örugglega að gleyma einhverjum af því að þetta voru einhver 6-7 nöfn þarna sem þið geta sett á blað sko. Þannig að það í því samhengi líka að fara upp í Mosfellsbæ og við vorum nærði að vinna en tapaleiknum og Keflavík eru bara sterkir við komum tilbaka tvisvar þar, jöfnum 1-1 og síðan 2-2 þannig að mér fannst spilamennskan var ekkert hún var ekki fullkomin en hún var ekkert slæm heldur sko. Og ég held, liðið var í formi, liðið var ágætlega undirbúið, vel skipulagt og þar fram undir göttunum og síðan náttúrulega það sem kemur fram þegar ég láti þeim fara er að voru samskipti við annan flokk eða annan flokks þjálfara eða eitthvað slíkt ég var með 7 eða 8 stráka á annan flokks aldri sko, eða 3. flokks aldri og öll svona samtöl við og þá voru þetta all leikmenn sem voru yngri en að vera elsta ári í öðrum flokk þannig að það var einhvern veginn svona innan félagsins var búið að afskrifa elsta árið einhvern veginn sem bara gerir stundum færðu bara ekki góða árganga og síðan færðu eins og Helga og Andra og Eysteinn og Sölva þeir eru allir í sama árgang og þú færðu þarna 4 frábæra stráka í kippu sko. Þannig að ekkert að því en þeir voru allir aðeins með okkur en þá 3. flokksaldri pluss 2-3 aðrir Ingólfur markmaður sem er sennilega genginu upp úr öðrum flokki núna mögulega ennþá á annan flokksaldri þannig að ég var með 6-8 stráka á annan flokksaldri jafnvel 3. flokksaldri á æfingu hjá mér og þá voru ekkert rosalega margir eftir í öðrum flokk sem þurft að kíkja á sérstaklega aukalega sko, myndi ég segja þannig að ég held ég hafi alveg haft ágætiskontról og yfirsýn á því hverju væru að koma upp úr yngri flokkastarfinu eða ekki sko. Já, sko atburðarásin eftir að gera jafntefli við Keflavík, hvernig var hún? Hún var þannig
veist, leikmenn fara bara í sturtu, ég klára mín viðtöl, svo bara eins og gengur að gerist pizza, þú veist, inn í fundarherbyggi einhvers staðar, fyrir liðið og þjálfara og svona þá í kringu liðið. Svo kallar Haukur mig bara inn í eitthvað annað hliðarherbyggi og fundarherbyggi og bara rétti mér uppsagnarbréfið, sko. Bara beint eftir leik? Já, þetta svona hálftíma, 40 mínútum eftir leik. Já, bara Roman Abramovich stæl, sko. Já, sælis. Bara heppin að hafa ekki farið í hálfleik, sko. Já. Búin að brenda á. Það var alveg. Það eitthvað, þú veist, að skiptum bleiki brendalinn með þetta. Ég held kannski þegar hún hendir í jöfnumarki hann að hendi í tætarann, sko. Já, mögulega, sko, en þú veist, ég veit, það svona situr ekkert í mér, en síðan horfum maður yfir restina af tímabilinu, þeir tapa öllum leikjum á móti þessum liðum sem við gerum jafntefli við í þessari hreinu, sko. Já, algjörlega, sko, það auðvitað að tala að ástæðan fyrir brottrekstrinum og þetta auðvitað fiskisaga, en allir góð með það. Það tala að atviki tengdist leikmanni sem var með fjölskyldutengingu í stjórnina. Þú tala nú eitthvað þetta í einhverju viðtali. Hvað til í þessari fiskisögu? Og hvað þetta hefur mikið að spila? Já, ég held að ég örgulega einhvern þátt, þú veist, ég vil ekki vera að tala leikmanninn, hann bara ungur og þú veist, ekkert við hann að sakast í þessu. Og glemtir að setja hann á bekkina eitthvað? Nei, hvernig var þetta? Þetta var þannig að við erum með hafsend sem ég hafði núna, stólu úr mér, Portugali, eða Spánveri, hann meiðist nýsi á ökla á æfingu daginn fyrir leik og var eitthvað svona tæpur, var leit út fyrir að myndi ekki spila. Ég var búinn að ákveða hópinn og þannig að ég svona bæti honum inn í hópinn. Það mæta 19 á leikstað sem sagt, og 19. maðurinn hver sem hann hefði verið, meitileikmaðurinn eða strákurinn, hann hefði bara verið með okkur á bekknum sem liðstjóri. Við vorum ekki það margir, þannig að við getum bara fyllt skýrsluna með því. Já. Og síðan verður einhver atburðarás. Það verður þannig að sá sem var meiddur, hann svona getur verið með einhvern veginn á bekknum og hann endar á því að koma inn í 5 mínútur og stendur á vítateigslínu og skallar bolta frá, þannig að hann gerði sitt, sko. Og á meðan þá svona gleymist bara að láta vita að strákurinn sem hefði átt að vera 19. maður hefði átt að fara með okkur út í uppbytun og vera síðan bara með okkur á bekknum sem varamaður, en hefði náttúrulega ekki getað tekið þátt í leiknum. Nei. Já. Og já, engin afsökun, þú veist, ég var einn með liðið þannig, Orri var veikur, aðstoðarþjálfarinn Hjaltalín, já. Þannig að það voru bara færri hendur á svæðinu sem var, þú veist, hægt að nota og hlaupa á milli staða, sko. Já, en baðst ekki bara afsökunum þessu, eða hvað? Eða það margast? Jú, ég gerði það, sko, en veist, ég bara, þetta var ekki það sem var mér efst í huga akkurat þegar leikurinn var og þegar leikurinn var búinn, sko. Þannig að svona síðan verður æfing, ég held að leikurinn sé örugglega á laugardegi og þessi æfing á mánudegi frekar en á sunnudegi, að þá mætir drengurinn ekki á æfingu. Og þá svona einhvern veginn fer maður eitthvað að velta einhverju fyrir sér, sko. En datt aldrei þetta í hug, þú veist, ég veit ekki hverju ég hef ekki lent í, sko, en einhvern veginn mæti maður alltaf á æfingu, sko. Og þá tekur maður bara það samtali, maður hefur verið ósáttur, sko. Já, einmitt. Þetta áhugavert og kannski bara til að slúta þessar umræðu, sko, mögulega hefur þá bara átt að starta honum leikina eftir, en en sko, þú veist, þetta kannski að því að við erum allir að tala um bestdeildina og bara íslenska fótbolta almennt, lengjudeildina líka, þú veist, ef við ætlum að láta einhverja stjórnamenn sem eru með, og aftur við erum ekki að tala sérstaklega um þennan strák, við verðum ansið sveit og við ætlum að fara að hugsa svona að sonur hans verður að vera í liðinu því að pappans í stjórna, eða hvernig sem það er. Já, það náttúrulega gengur ekki. Þannig að, og það má náttúrulega ekki fara í andhverju sína heldur, skilur við, að það eigi ekki möguleiki liðið að því að einhver tengdur er í stjórn, sko.
en svona akkurat þessi praktík hefur nú alveg verið stunduð í gegnum árin sko. Það er boðaður 19. maður sem grungur strákur og hann bara með hópnum og fer út á völl og hittar upp og sendir eitthvað á milli og reit og með okkur á bekknum og það einhver svona hluti af bara uppvextinum líka að taka þátt í því og vera í kringu liði sko. Já, klart mál. Já, ég held til dæmis að Jóhannes Kristins bara spilaði þegar svona pappa Já, ég sammála. Já, færum okkur yfir til Svíþjóð. Og Orri Steini bara í landsliðinu. Bara pappa sko. Það ekkert annað. Því Óskar Arnar er svo góð vinir. Það eru margir sem koma til greina þar. En Autocenter. Já, Autocenter starfa menntaðir bifreiðasmiðir með fjölda margra ára reynslu. Jú. Verkstæðir útbúið besta búnaði sem völ á og svo þeir bara svona vinalegir. Ég veit, og svo skemmtilegir. Sko. Og þeir auðvitað... Þú vilt ekkert fara þegar þú er búin að skila bílnum við viðgerð, sko. Nei, og það sem þeir gera þegar þeir skila bílnum, sko, þá var hann spikk og spann tandur hreitt. Það er eitthvað sem ég kann að veit. Já, það, sko, ég var að hugsa, ætti ég að rispan? Já. Það er að útýræna að fara með henni í djúprinsu. Og svo er það Serrano, íslensk skyndibitakeðja stofnuð árið 2002. Já. Búin að vera lengur enn í hér. Líður tíminn maður. Innblásturinn á matnum kemur frá Mexíkó eins og nafnið gefur til kynna, Serrano piparinn góði og það hefur verið þeirra aðalsmerki í hartnær 25 ár að leggja áherslu á að vera fersk, happy og síðan Mex. En það er þann 15. mæ 2022 þar sem þú færð það tækifæri að reyna fyrir þér sem þjálfari á erlendri grundu þegar þú tekur við Örgríti í Svíþjóð sem voru að spila í B-deildinni þar. Þetta eru auðvitað þínir gömlu félagar. Já. Hversu mikið stökk var að fara frá því að þjálfa HK inn í Kórnum yfir í að þjálfa á pro-level í Svíþjóð? Það ekkert svona, þú veist, innan hvítulínuna, sko, ekkert mikið stökk. Ok. Þú veist, það er bara fótbolti er bara fótbolti, sko, að mestu leyti. Þannig að, þú veist, æfingar, leikir, annað utanumhald var mjög svipað sko. Og þú veist, ég var ekki að fara að breyta mér eitthvað af því að ég var komið þangað sko. Nei. En síðan svona umfangið utan vallar er töluvert meira. Þú veist, þetta eru stór félög og mikið í húfi og mikið af áhorfendum þó að kannski áhorfendafjöldin eða svona mikið af aðdáendum þó áhorfendafjöldin endur speglaði ekki. Skilur, þannig að þú veist, í Gautaborg búa rúmlega það bil 1 milljón manns svona á svæðinu og það er bara haugur af Örgríti aðdáendum, þú veist, gamalfrækt félag og það er bara ótrúlegt hvað maður hitti marga bara út á götu labbandi einhvers staðar og vildu segja eitthvað við mann sko. En við vorum kannski með, ég veit ekki, 1500-2500 manns á leikjum sko. Já, en er þetta ekki alveg bullur eða? Völlur? Nei, sko, fótboltabullur. Jú, það er að verða það sko. Og einhvern veginn, já, það breytist líka sko. Einhvern veginn er sko bullu kúltúrin að meiri í tísku, sko. Ég held að hann væri dottinn úr tísku frá því að hann var í Englandi og eitthvað sko, en hann er einhvern veginn í tísku þar sko. Bæði þú veist, tala nú ekki í Stokkólmi, hjá Hammarby og Djurgården og AEK sko. Aðeins lágstemdara niðri í Gautaborg en veist, ég veit ekki hvort ég sá myndir úr Gæs IFK Gautaborg daginn. Ég sá allavega Hammarby dæmið daginn allavega. Já, Gæs og IFK eru Gautaborgarlið sko, og spila samanvelli og Örgríti sko. Hvað var bara blís og vissi? Já, það er bara blís og þú veist, ef það er ekki vindur þá bara stopp leikur og það sér engin völlin sko. Við lentum í því alveg 2-3 sko. Það myndast bara svona þoka á vellinum. Já. Þannig að en var ótrúlega gríðarlega krefjandi verkefni af því að ég tek við liðinu eftir 7 leiki með 2 stig og það er held ég held að 1 sigur hafi ekki verið nóg til að ná í næsta lið sko. Ok. Já, þú var ekkert prísi svona neitt? Nei, fæ það ekki sko. Ég bara mæti á svæðið og ég held hafi náð 1
þannig að 3 dögum seinna er bara leikur sko. Já. Og hérna, þetta bara gerðist allt mjög hratt það var kannski ósangett gagvart Háka og hvað þetta gerist hratt en veist, svona þetta bara einhvern veginn, þú verður bara stundum að stökkva sko. og ég var til í það og þeir vildu fá mig og þeir gerðu það bara mjög skýrt og ljóst mjög snemma sko. Þannig að ég mæti þarna á svæðið og það svona bara heilt yfir gengur bara vel sko. Það eins og ég segi, ég held að við vorum með 2 stig, næsta lið var með 5 eða 7 stig, þú veist, fyrir ofan okkur og við fæ einhverja 3-4 leiki að áður að kemur sumafrí. Þannig að það kemur mánaðarfrí á deildinni, leikmenn fari bara skildubundið, fá bara 2 vikur. Ég hafði ekkert það að segja, skilur. Ég gat ekkert breytt því bara að þeir fengu viku frí eða 10 daga eða eitthvað sko. Það hefur verið mjög skemmtilegt líka. Ekkert sumafrí. Við sleppum þessu sumafrí drengir og vonandi líkar ykkur ágætlega við mig samt eftir það. Þannig að þú færið ekki, við fengum 2 vikur fram að fyrsta leik eftir sumafrí en það er sjálfum sér ekkert pre-season, þú nær bara aðeins að skerpa á hlutunum sko. Man ég bara ekki hvernig þessi fyrstu leikir fóru sko. Hvort að það hafi verið 1 tap 2 jafntefli, það var eitthvað svoleiðis og en bara upplifunin þú veist, fá að vera þú veist, mæta bara í vinnuna klukkan 8:30 skilur og taka við leikmönnum klukkan 9 þeir eru komnir í gimmið veist, upp úr 9 byrjaðar að undirbúa sig, fara til sjúkraþjálfara. Voru þetta allt pró leikmenn? Já, og þetta er svona hálf atvinnumennska, þú veist, á frídögum og einhver tíman eftir hádegi fóru nokkrir í einhverja smá vinnu yfir, þú veist, til 4-5 á daginn. Talaðum að íslenska deildin sé hálf atvinnumennska en ef þú verður við íslensku deildina þá er þetta Þá er þetta bara atvinnumennska, já. Já, ok. Já, þú veist, miða við æfingatíma og þann tíma sem, þú veist, félagið á rétt á leikmönnum og þar fram til göttunum. Hvernig var liðið svo með höndunum? Það var bara fínt, margir góðir leikmenn sko. Já, það var gott, ekkert margir eftir í dag, þetta eru hvað, 3 ár cirka núna, það er ekkert margir leikmenn eftir en nokkrir, einhverjir fóru þarna eftir tímabili sem ég var, runn út af samning, fengu lið í efstu deild og Kevin Ackermann kannski helsta nafnið fór til Brommapókana, held hann hafi fengið sér verið valinn í landslýshóp á árunni eða síðast ári. Já. Og þannig að þetta var bara fínt lið, við vorum með eða frábæra markaskorara sem var reyndar seldur undan mér á miðjutímabili, þannig að það svona kemur ón á allt hitt sko. En fáum strák frá Helsingborg sem bara svona reyndur og kunni leikinn, ekki endilega besti leikmaður en reyndist okkur hrikalega vel. Þannig að eins og segi, tækifærið að vera í þessu umhverfi á þessum vinnutímum náttúrulega og veist, í stórri borg, frábær völlur, ágætis, ég held að segja bara lélegt æfingasvæði, fínt gras á sumrin en ömulegt gerjugras á veturnar sko. Svona frekar lítið æfingasvæði en allar aðstæður svona til þess að geta gert vel eru til staðar. Ef þú ert með svona rétt fólk á bakviði á skrifstofunni og í stjórn sko. Og hvernig er eignarhaldið á félaginu? Er eitthvað budget þarna? Nei, það er ekki stórt budget þarna. Þannig að leikmennin sem voru með hæstu laun þannig að vera með 40.000 sænskar sem eru í, hvað ég að segja 900.000. Nei, ekki svo mikið. 600.000. 532.000 krónur. Já. Hæstu launaðu? Já. Djúvill eru að borga hálögun í íslika boltanum. Og þessir leikmenn eru mættir
8:30 á mótnana sko. En þarna peningurinn bara, það virðist vera bara álega mikið peningur í búið, en það fer bara í umgjöruna í staðan fyrir að fara í bara leikmenn. Hann fer að einhverju leiti í umgjöruna sko. Já, umgjöruna var ekki stór þarna hjá okkur, en þetta eru bara þetta voru launin hjá hæstlaunuðustu. Það er rosalegt. Þetta eru steinar. Aðrir eru með lægri laun sko. Þannig að en deildin náttúrulega er stór klukki, sérstaklega fyrir sænsku strákana til að komast upp í efstu deild sko. Þannig að þú veist, ef þú út frá Gautaborg og býrð í Gautaborg og átt foreldrar og fjölskyldu, þú veist, þá er það ekkert, þetta ágætis laun fyrir þú veist, ágætis ungan leikmann, skilur við. Þannig séð. Þannig að sviðið nokkuð stórt og þetta er bara nokkuð sterk deild. Já. Brottreksturinn komið þér í opna skjöldu? Já og nei. Ég vissi bara að stjórnarformaðurinn hann var að hætta. Já. Vissi að yrðu einhverjar breytingar á stjórn svona út frá Hvar er liðið þarna? Þarna eru við bara búin að bjarga okkur frá falli haustið. Já. Þetta er bara þú veist, við björgum okkur, förum í umspil fall. Þú tekur bara samanlata að sá þetta? Já. Bjarga og fer. Já. Segðu mér að fæst bónusgreiðslu fyrir haldaðið mitt? Nei. Jú, eitthvað smá. Já. Reyndar. En já, út frá úrslitum og svona bara almennt svona í kringu liðið þá kom mér það á óvart. Já. En svona út frá einhvern veginn því sem var að gerast bak við tjöldina þá var það svona einhver óreiða í gangi líka. Þannig að það var svona einhver leiti bara ágætt að ég fékk að fara. Já, ok. Budgetlega séð, áttu þið bara að vera það sem enduðu eða svona með önnulíði deildinni? Nei, svona miðjadeild, myndi ég segja. Já. En þú tekur við hálfbrotnu liðið þarna með 2 stig eftir 7 leiki Já, fána vel gert. Endum sko í þessum síðustu 20 leikjum held ég að við endum sem 4. og 5. besta liðið í deildinni sko. Já, mitt. En endum samt í þessu umspili sko. Já. Sem sýnir kannski hvað við þurftum að vinna upp mikið sko. En þetta er miklu, sko, að því að það er auðveldar að fara í dýpri greiningavinn sko, með lið á Íslandi því að maður þekki bara KSÍ-vefinn og svona, þarna er þetta er bara vel impressive, þú veist, að því að ef maður myndi bara googlaði bara að hann var í 9 mánuði sem prófþjálfari, en þú veist, þetta er bara fárlega vel gert. Já, þetta er það. Fyrir utanaðkomandi, eins og þú segir, erlendan þjálfara og ég tek á mig gamla þjálfarastaffið í sjálfum sér sko. Já, ekki einu sinni það er aðalþjálfarinn látinn fara og það er einn aðstofþjálfari sem hættir, einn sem verður áfram pluss markmannsþjálfari og undan því var búið að láta fara svona sportchef, svona direktor á fútbol. Já. Þannig að þú veist, við erum 3 færri eiginlega í starfsliðinu eftir að ég kem sko. Já. Og þá var ég að spyrja eftir þennan góða árangur, símil hittir að eitthvað hringt eða hvað? Já, það kom alls konar sko. Það var jú, það voru 1-2 lið í efstu deild, það voru síðan einhverjir að hugsa svona yfirmann fótboltamála, knattspyrnumála. Eitthvað félag sem hugsaði út í það en réð síðan aldrei neitt þannig að, þannig að það var hvorki ég en ég annar skilur við. Það hefur verið 1-2 svoleiðis lið sem ég rætt við í sambandi við það en þú veist eins og segir, þetta er ekki mörg lið hérna heima á Íslandi. Þannig að hefur getað reynt að harka bara búið áfram í Svíþjóð og reynt að finna eitthvað þar? Hefði alveg getað, hefði getað verið áfram í smá tíma og reynt að svona koma stað einhvers staðar en svona ég var með, þú veist, maður er síðan bara með fjölskyldu heima, börn heima og sem voru, þú veist, ein ferming og ein útskrift og þú vilt bara vera til staðar þar, sko. Já, klart mál. Færum okkur þá yfir í hákátíman. Yfir í kórin. Yfir í kórin, maður. Já. Minn besta stað, sko. Kórin er búið í orku náttúrunar, framleiðir og selur rafmagna ábyrgan og umhverfismannan hátt til allra landsmanna. Og þeir sem ekki með ON appið ríðu ykkur í gang.
Já, þeir eru bara að missa, sko. Ykkar vegna myndi ég næla mér í það. Ég bara að leika mér, sko, í appinu, sko. Ég fer ekki Instagram. Það var þægilegt að geta hent bílnum bara á einhver hræðslustöð og gera þetta mikið í Vesturbænum. Fer í Orkuna, hendi bílnum í hræðslu, rölti yfir til foreldra mína, svo getur bara séð þegar bílinn fullhlaðinn. Það eru 90%, ég röltast það. Já, bæ mamma. Takk fyrir matinn, mamma. Heimsóknin búinn. Bílinn hlaðinn, elska þig, mamma. Gaman hvað þið þykir vænt foreldra. Já, þú heyrir það. Háká-tíminn. Brynja, þú þjálfar Háká frá 1. janúar 2018 til 15. maí 2022 og ert þarna í 4,5 ár. Þú kemur liðinu beint upp á þínu fyrsta tímabili og lengjudeildinni í bestu deildina með 48 stig eftir 22 leiki, kannski byrjum bara þar, fárlega sterkt. Já, mjög sterkt, sko. Fyrsta tímabil sem aðþjálfari? 13 mörg á okkur líka, sko. Já, vá. Ekki gleyma því. Það rosalega. Gleyma því. Já. Talandi það var nú Burnley að fara upp og fekk, hvað? Það var rosalega. 15 mörg, 14-15 mörg í 46 leikjum, sko. Já, það fáránlega. Það geggjað, sko. Já, unnu samt ekki deildina, sko. Nei. Já. Tvöli með 100 stig, það er helviti, það er hart, sko. Já. En allavega, bara, tek við bara skemmtilegum hóp, sko, líka. Hver var það undan þér, sorry? Jói Kalli. Já, auðvitað. Fyrir upp á Skaga. Já. Og hættir þar til að fara upp á Skaga og við förum síðan saman upp með jafn mörg stig. Einmitt, já. Og bara, þú veist, skemmtilegur hópur, sko. Það er þú veist, Gummi Júl, Leifur Andri, Óli Örn, Geiri Martins, þú veist, bara frábær svona hópur að skemmtilegur hópur að taka við, sko. Góðu kjarni. Gríðarlega góðu kjarni og bara strákar á góðum aldri. Enginn gert einhverja stóra hluti í efstu deild, þannig séð, sko. En allt svona bara góðir eða á þessum tímapunkti svona fínir fyrstu deilda leikmenn, sko. Þannig að það var, veist, maður setti bara hjart og sál í þetta eins og maður gerir alltaf, allstaðar, sko. Og náðum bara upp, þeir áttu náttúrulega frábært svona lokasprett á mótinu árið áður, sko. Sem svona bjó held ég til einhverja smá trú í leikmannahópnum. Þeir gætu unni leiki, sko. Fleiri en einn og fleiri en tvo, sko. Þannig að við bara náum bara allan veturinn einhvern veginn ótrúlega góðum kjarna, náum öllu liðinu, hópnum saman og erum bara, veist, það eiginlega bara sami hópur sem fer í gegn frá janúar til, veist, loks þegar mótið að klárast, það bara 99% sami mannskapur, sko. Og Fannstu lyktina bara að það geti eitthvað gott gæstu sig? Já, gerði það, sko. Og svona með stjórninni sem var einhvern veginn tilbúin til þess að, þú veist, ekkert endilega með peningum en bara svona styðja við bakið og allt sem þurfti til að mörguleiti, sko. Þú veist, þá bara, þú veist, hvað sem það heiti, boltar, keilur eða, þú veist, pítsur öðru hvoru eftir æfingar eða eitthvað slíkt, sko. Vera svona til staðar, þannig að það var af því að það hafði náttúrulega verið vandamál í kórnum eða í Háká í mörg ár, sko. Það var einhvern veginn aldrei stjórn eða Hann var búin að vera þetta var búin að vera, ég ætla ekki að segja svo undir í sig, hann var búin að vera í smá dvala. Já, og bara einhvern veginn menn þurfti að átta sig á, þú veist, potentiálinu sem var þarna, sko. Fjölmennu hverfi með frábæra aðstöðu, hvað sem fólki finnst kórinn, þá bara hann frábær, ég ætla bara að lýsa því yfir. Fór ekki töðunar eina sekúndu að spila? Fór ekki töðunar með eina sekúndu, nei, þú vissir alltaf við hverju hvað þú varst að fara að eiga við. Þurftir ekkert að pæla í veðrum og vindum eða kulda eða hita, sko. Nei. Þannig að það eru kostir við þetta. Og það bara gekk bara svona frábærlega vel, sko. Ég náttúrulega náði í Viktor Bjarka sem leikmann og aðstoðarþjálfara þetta fyrsta tímabil. Hann var frábærur, Hjörvar var með okkur allavega í leikjum og svona 1 til 2 æfingum á viku sem markmannsþjálfari. Já, Hjörvar Hafleðarsson. Hjörvar Hafleðarsson, þetta er hans innganga í doktorfútból, held að ég segja, sko. Það? Já. Sko, ég verð að spyrja þér með það í handritinu, sko, hvernig að vera með áru eins og Hjörvar Hafleða á bekknum? Ég þurfti einu sinni að segja hann að setjast og grjóthalda.
og það var bara fyrir hann af því að við vorum að spila á móti Þór og Akureyri og þú vildi ekkert lendi í þeim já, bara bjarga honum sko. Þorparnir, það er að nafn með rentu sestu niður sestu niður það bara þurfti að setjast og hafa sig hægan sko. En fyrir utan það þá bara skemmtilegt já. Og náttúrulega bara fyrir leikmennina var það bara frábært líka sko. Þannig að nefndir þarna marga skemmtilega leikmenn var Birkivalur var vantilega mættur þarna eða hvað? Birkivalur var þarna, já. Og Heiður Gauti spilaði 2 leiki þá 19 ára kannski betur þettur í dag og Valgeir 16 ára Heiður Gauti náttúrulega fyndinn fýr og skemmtilegu ferill þú veist, hann mættur á sjónarsviði 19 ára þannig að menn viss alveg á honum er það rétt skilið hjá mér að þú veist það hafi alveg verið suðið í honum að koma og spila og æfa með HK en hann bara takka neytakk, ég er hérna flottur í Ími bara já, það var nú eitthvað meira á bakvið hann fer, ef ég man rétt þá fer hann til Bandaríkjana hann tekur náttúrulega 3 þú veist, það fara 3 til 4 tímabil í það í sjálfum sér sko að hann bara kemur heim á vorin fyrir Ími og síðan þú veist í byrjun ágúst farin aftur skilur við þannig að HK var kannski á þeim stað þá þegar ég var þarna þá var þetta komin í 19, 20, 21 með HK í efstu deild skilur við og þetta var einhver ákvörðun sem hann líka tók sko. Þetta var ekki spurning um við vildum hann ekki eða neitt svoleið sko. Hann bara vildi vera í Ími og þú veist með sínum félögum þar og hérna einhvers konar fríi, þú veist, smá frítíma á þessum tíma, sko. En þú veist alveg búin að koma auga á nefið á honum? Sástu potensialið? Já, algjörlega. Og þú veist, hann er örugglega farin að koma á æfingar hann hjá okkur öðru hvoru, þú veist, fyrr. Í kringum okkur, sko. Þannig að og það var ekki búin að afskrifa en ég var náttúrulega ekki búin að vera inn í hringuðinni þarna í 2-3 ár þegar Ómar síðan nær í hann í fyrra sko. Þannig að og ég veit ekki hvar hann var sko árinu áður þá þegar HK er fyrra árinu sínu uppi í deildinni eða ekki það voru 2 ári röð núna þannig að þú veist en komur ekkert á óvart að hann stóð sér vel og hann hefur góður í fótbolta og allt það sko. En kannski auðvitað hefur það komið óvart hvað hann er akkurat núna farin til KR og þú veist er að leiða línuna þar bara og gerir það bara hrikalega vel. Mér Hafsenda Blikar áttu bara ekki breyk í hann sko. Flottur. Já, fárlega góð. Flottur á velli. Eins og pabbi sinn í KR-treinu maður. Já, hann var alltaf glæsilegur. Nú eiginlega. Fyrst og fremst kannski. En frábær fótboltamaður líka. Það var bara svo það gleymist ekki. Þú heldur svo liðinu uppi árið 2019. Solid bara. Solid, 27 stig eftir 22 leiki. Og aftur bara skemmtilegir spilar hérna, það Sigur Pál 16 ára, Birnir Snær Ingarsson, Emil Atla, Valgeir orðin 17 ára hérna. Já. Og svo aftur 2020, 20 stig eftir 18 leiki. COVID-tímabilið fræga. COVID-tímabilið, já. Einmitt. Bara 2, eins og segir, nokkuð svona örugg, ég segi það ekki. Fyrsta tímabilið var alveg, þurftu alveg að hafa fyrir því, sko. Ég man ekki alveg. Við tókum eitthvað Áttu eitthvað endasprett? Nei, við áttum svona gott miðju áttum góða svona miðjukafla og síðan náðum við svona bara að halda því ágætlega út tímabilið. Við áttum lélega byrjun sko. Við vorum neðstir ég tók einhverja stöð á þessu, ég man ekki hvenær það var 8 leikir eða eitthvað, þá vorum við bara neðstir þá bara þurftum við eitthvað að fara bara að gera eitthvað sko. Eða bara að falla með skömm sko. Einmitt. Og hvað gerðu þið? Og við bara þéttum okkur og skipulögðum okkur aðeins betur og kannski svona þú veist, syndrum og okkar var kannski, þú veist, við erum að horfa á afturhaldíku, reyndar miklu betri stöðu á þessum tímapunkti í mótinu en við vorum þá sko að við vorum alltaf búin að spila svo smákitt fótbolta í fyrstdeildinni og ætluðum einhvern veginn að gera það bara áfram þegar við færum upp, þú veist þá mætur við KR og Stjörnunni og FA og Val og þeim sem voru veist, mjög góð á þessum tíma og það bara var ekki hægt það bara þurfti að þú veist,
Já, þau ætluðu að spila bara sama glimrandi sambaboltan Já, það var kannski engin sambabolti en það var svona, þú veist, aðeins með ívafi, sko og svo bara þurftu að vera betur skipulaðir varnarlega og sóknarlega og bara þú veist, í öllum atriðunum einhvern veginn, sko. Þurftum bara að skerpa á okkur, sko. Þannig að við bara gerðum það og náðum bara þú veist, ég heldur við höfum náð þannig að 3-4 leikja hreinu þar sem við vinnum nokkri leiki röð og svo aftur, þú veist, töpu einum, vinnum 1-2 og þú veist, náðum að klára bara tímabilið, nokkalega, sko. Já, þá maður líka hrós ykkur, sko, þið voru ekki með mikið budget. Nei, vorum það ekki og ekki í fyrst deildinni heldur, sko. Vorum bara, ég ætla að segja, mögulega meðal, kannski fyrir neðan miðið, sko, í því, sko. Þannig að Þú verður glótir eftir efstild, sko? Já, mjög líklega, já. Ég ætla bara að fullera það. Við höfum verið það. Ég held að það sé bara mjög líklegt. Já, menn voru ekki að vera ríkir á að spila fyrir Háká? Nei, en þú veist, við vorum með góðan kjarna þarna og þú veist, þessar viðbætur við fáum Ara Sigurpáls inn, hann spilar ekki mikið, Valgeir fáið náttúrulega upp á öðrum flokknum og hann spila mikið og vel. Já. Hann var svo góður hann. Já. Má ég vera smá ósækjarn? Ég ætla að spyrja bara, Valgeis, ég held hann væri komin, hann geggjaður í Blikum núna, ég held hann bara top player, sko. Bara svona ungur, já. Þetta samanlega því, það? Ég get að einhverju leiti verið svona, já, hann pínu eins og hann var þarna bara 17, 18, 19, skilur. Þú veist, þetta að einhvern veginn að taka fleiri réttar ákvarðanir og þar fram til göttunum og þú veist, sendingar og annað slíkt en þú veist, hann mun gera það, sko, þú veist, þetta element sem hann hefur sem þú veist, hann all in bara alltaf, skilur, hlaupa fram eða hlaupa tilbaka eða hvað það eða fara í tæklingu eða návi eða eitthvað slíkt, skilur og þá kemur restin mun koma, þú veist, þetta stundum bara, þú veist, gera hlutin allt í einu, þú veist, líður eitt undirbúningstímabil eftir 1-2 ár og síðan verður hann bara með betri mönnum í deildinni, sko. Já, vonum það. Já, það svo 21 sem þið fallið með 20 stig eftir 22 leiki eftir harða fallbaráttu. 2 spurningar, annars vegar eitthvað verra í heiminum en að falla úr deildinni og síðan áttu skilið að falla úr deildinni? Já, þú veist, þú endar bara það sem þú endar. Það er bara þannig. En þarna fórum við já, þetta er ömurlegt að falla úr deildinni. Það voru mikil, svona mín stærstu vonbrigði í seinni tíð, sko. Af því að við vorum orðnir betri, þú veist. Voru gott að bara established? Hvað ég segja, við getum farið, þú veist, ef við ferðum í Væskátt og skoða töfluna, þú veist, með XG og eitthvað, þá hefur bara átt að vera í 7. sæti. Já. En, þú veist, það sem skipti máli er náttúrulega bara það sem þú ert að lesa hérna á tölvunni, sko. Þú veist, að því að við vorum búnir að fara aðeins á undirbúningstímabilinu, þú veist, leggja aðeins meiri vinn í spilamennskuna og þú veist, vera aðeins að halda betur í boltan, þú veist, aðeins að vera bara haldi í hann og þú veist, vera aðeins betri á milli frá marki og að næsta marki, sko. Og við, þú veist, og ég held að tölfræðimunni hafi sagt það, sko, þú veist, við erum með hærra XG og við erum með, þú veist, fleiri tilraunir og aðeins meir ofta með boltan heldur en aðstæðingurinn og þú veist, minnka bilið úr, þú veist, vera 35-40% með boltan í þú veist, nær 45-50, skilur við. Þannig að það var síðan bara einhvern veginn það bara gekk ekki, sko. Það var okkur erfitt, sko. Ég held að Hjörvar hafi talað um þetta, mér finnst það góð punktur, sko, að þú tala um að þið vildi kannski þegar voru nokkur established bestelda klúbbur, sko, ef við færum okkur í enska boltan, þú veist, við séð hvað Stoke City gerðu, þeim fannst Tony Pulis ekki nægilega sexy og ekki nægilega skemmtilegur, vil spila meira bolta, við sjáum hvað þeir eru í dag. Við sjáum það núna með West Ham, þeim fannst David Moyes ekki nægilega skemmtilegur og það eru bara núna næstu í fallnir. Er þetta kannski smá hættulegt þegar ég ætla ekki að segja lið ofmennist en þau svona mögulega kannski gleyma hvaðan þau komu, sko? Já, það er einhver hlutaði. Síðan er náttúrulega bara, veist, við erum ennþá þarna með sama kjarna og við vorum með í fyrstdeildinni, sko. Veist, það er ekkert búið að bæta við mikið að leikmunum, sko.
á sama 2019 eða 20 þá bara Víkingur öðru hvoru megin við okkur í töflunni sko. Já, það eru 10. sæti, þannig að góða tímabili fræða sko. Já, síðan bara fara þeir á stað og ná í Pablo og Daniel Djuric og fleiri sko. Já. Þannig að það er svolítið munurinn kannski á því heldur en að ætla að vinna þetta síðan innan frá bara á æfingasvæðinu með sömu leikmenn sem þú varst með í fyrstdeildinni fyrir 3 árum á undan sko. Svo veltum maður líka fyrir sig að tala budget að þið voru með ódýrasta liði mögulega geturðu framkvæmt kraftaverk 1 season, jafnvel annað season en svo kannski in the end að þá mun það skila sér inn á völlin þú veist, ef þú ert með lagasta budget fylgir oftast geðum sko. Já, það fylgir oftast ég er ekkert alveg alltaf á þeirri skoðun þú veist, að maður þurfa að vera með dýrasta lið og það sé þá best sko eða ódýrast að það sé lélegast en þú veist, það er svona einhver eitthvað sem helst í hendur þar sko. Ég held bara þú veist, við vorum búin að vera með sama kjarnan í langan tíma og það bara hefði þurft að ég segi ekki skipt út en það hefði þurft aðeins að hrista meira upp í hlutunum sko. Já, klart Þá færu okkur í Garðabæinn, við ætlum að saldra stutt við þar það eru þetta Dino.is stærsti veitingastæður í heimi, segja einhverjir Jú þar sem þú getur pantað borða á veitingastað, pantað mat og gjafabréfa á topp veitingastöðum á Íslandi Já. Og til að fá hugmyndir líka sko. Já, bara þú getur skoða stemninguna, hvað er opið, er laust þarna, klukkan hvað bara allt á einum stað Því maður er svo konservatífur sko. 21. öldin Ingatina að færa Nova búið að kaupa 20% Já, ég er ekki hissa því sko. En tíminn í Garðabænum sko, þú veist auðvitað aðstoðarþjálfari Stjörnunnar frá 1. jan 2014 til 31. des 2017 en mér langaði, við verðum að taka fyrir 2014 tímbilið Já. Ert þú að þreita fyrsta sinn á bekknum eða sem þjálfari sem þjálfari taka þinn fyrstu skref hérna sem þjálfari og byrjar á The Invincibles tímabil vinni deildina í úrslita leikamundi FH í lokaumferðinni endi með 52 stig eftir 22 leiki 15 sigurleikir, 7 jafntefli farið svo þetta í playoffs hérna í Evrópudeildina á móti Inter Milan sko, byrjum bara á úrslita leiknum er þetta sturlaðasti leikur sem þú séð? Ég ætla, þetta er það sem ég sé, þú veist, bara líka aðstæðin og eitthvað, það var skýta rók og bara grenjandi rigning einhvern veginn fyrir leik, sko, ég kom inn eftir upphittun og ég bara, í hver á ég að vera eitthvað, þú veist hvað, þetta er ekki tækt, sko, og það, og síðan bara, þú veist, allt sem gerist, Veigareikin út af, þú veist, við lendum undir held ég, eða ekki? Jú, hugsaður að þetta er búið. Hvað segirðu? Hugsaður að þetta er búið? Nei, ég hugsaði það ekki, sko. Og svo bara einhvern veginn náði FH ekki að drepa leikinn, sko. Fengaleg færi, fengu bara mjög góð færi, sko. Þú veist, við björgum, Yngvar bjargaði, Varnarmaður bjargaði á línu eftir að einhver var búin að fara fram í Yngvari og þetta voru bara svona ótrúlegi hlutir sem gerast stundum, sko. Þú veist, svo lengi sem staðan var bara, hvað var hún, 1-1 að, þú veist, meðan hún er 1-1, þú veist, auðvitað er þetta klísja, þá mundu alltaf fá 1-2 möguleika einhvers staðar á síðan 10 mínútunum, sko, þó þú sért manni færri, sko. Svo ertu með Kasim Doumbia hinu liðinu sem getur, þú veist, hann getur refsaðir og svo getur hann gefið þér eitthvað líka ef hann er í því skapið, sko. It's a fucking disgrace. Þannig að, og þú veist þetta ránstöðumark sem ég held að sé ekki að það sjá það bara í real life sko, hvort það sé ránstæðið ekki sko. F-fangur harðir á því? Já, þeir eru náttúrulega bara, þú veist, eru bara á YouTube núna sko, ennþá að horfa á þetta þú veist Ástum við fara að sofa, ég ætla að horfa þetta taka aðeins að gera hana dag Jón Jónsson bara þannig að okkar besti maður sem var á línni hvað hér, Guðmundur? Nei ég verð að veita þetta veist, ég finn alveg til með honum sko. hann flikkast einhvern veginn af 2 og kemur yfir veist, það er ómögulegt að sjá þetta í rauntíma Sigurróli, nákvæmlega já. Hann bara svo mörg atvik í þessum leik sem er bara hefði getað ráðið úrslitum sko.
Var þetta víti? Já, ég myndi nú alveg segja það. Já, þarf að vera með helst eistu til að setja víti þarna. Já. Þetta var rosa. Þú veist, hann sparkar einhvern veginn í gegnum, ekki bara ólíkalli líka. Já. Þú veist, ekki gróft brot en þú veist, hann bara sparkar í gegnum hann. Já. Sko, fyrir mann með rosalega feril og þig sem leikmaður, sko, fór þig að taka móti Inter Milan á Laugardalsvelli eða var þetta bara eins og hver annars? Já, það gerði það alveg, sko. Þá ertu komin bara komin með svo mörgum levelum hérna hærra en einhvern veginn við erum, sko, já, sko veist, Arnar Márar hann okkar fljótasti maður, sko, og veist, hann bara átti ekki séns, sko. En ég skildi aldrei eitt, sko, af því að það var myndband af ykkur væral þegar það var dregið og þá var Inter, þá fögnuðu svo mikið. Vildu ekki komast áfram með það? Það var bara, já, menn vildu bara fá eitt stórleik, sko. Eitt stórleik í viðbót. Við fengum hann. Þú veist, var örugglega stærsta liðið sem var eftir í pottinum, sko. Ég man ekkert hvað annað var. Þú veist, við höfum örugglega alveg skilja fengið bara AEK frá Stokholm. Það aldrei verið sama skilur við, en hérna. Já. Þið náttúrulega takið út hvað, Motherwell hérna, Lech Poznan? Jú, Motherwell, Poznan og við byrjum á Bangor reyndar í Wales sem voru, veist það náttúrulega, við vorum fáránlega heppnir með dráttinn líka, sko, af því að við vorum í neðri styrkleikaflokk og Bangor af einhverjum ástæðum slysaðist til að vinna eitthvað einvígi fyrir 2-3 árum undan þessu, sko, og voru í efri styrkleikaflokk, sko. En þú veist, munu aldrei fara í efri styrkleikaflokk aftur. Það sé alveg ljóst, sko. En það verður ekki tekið, þetta er náttúrulega bara, þetta er, F-fáingar áttur reyndar alveg nokkuð góður en þetta var náttúrulega ótrúlegt, sko. Og líka, þú veist, að því að við sáum hvernig blikarnir þegar þeir komið samansteldina endur í 4. sæti deildinni, ég meina, og svo unnuðu deildina líka, sko. Fáránlega vel gert, sko. Já, þetta var helvitis keisla þarna, þú veist, frá júlí og út, hvað er þetta, ágúst eða inn í ágúst. Sem hérna Evrópukeppnin og deildin er í gangi á sama tíma, sko. Betur verið duttuðu bara út úr bikar einhvern tímann eitthvað snemma, sko. Það var, þannig að maður náði aldrei að gráta það neitt, sko. Nei. Nú ætlum við að skipta gír. Kannski ein sem ég er með af því að bara, ef við tökum bara sætin saman þegar Brynjar og Rúnar eru í brúnni, Rúnar heldur aðeins áfram, hann ætla að teka HK. Þetta er 1., 4., 2. og 2. sætið þessi ár, sko, sjáum hvernig Stjarnan er í dag sem dæmi, sko. Ég ætla bara að mér langar að gefa hann að sjá ég held ég hafa ekki gert þessu þætti, er ekki Rúnar Páll svona bara mér finnst þessi árangur alveg fáránlega vanmetin? Já, ég held að sé bara eitt svona stabílasti svona þjálfari þú veist, sem hefur verið í Stjörnunni, þú veist, síðan fer hann tekur við Fylki þegar þeir falla og þú veist, þeir fara beint upp. Þeir eru, þú veist, Fylki lendi bara svolítið í sama og ég var kannski að tala með HK áðan, að hérna þeir halda sér upp í deildin á fyrsta árinu og síðan einhvern veginn hefði bara þurft að bæta við leikmönnum. Af hverju þessi gæi að þjálfa Gróttu í dag, því hann spilar ekki nægilega fallegan fótbolta? Af hverju liðið best þetta ekki að horfa? Ég er ómögulegt að segja. Rúnar er bara góður þjálfari, sko. Þannig að auðvitað voru einhver lið bara með þjálfara. Það er bara þannig. Þannig að hann á örugglega eftir að þjálfa í efstu deild aftur. Já, þetta var alltaf ekki tekið á hann. En erum með þá í Stjörninni, þá voru náttúrulega með annan flokkin líka fyrstu árin, sko. Þannig að það koma, þú veist, það er í gegn Alex Þór og fleiri, sko. Krissi Konn sem er í Fram núna og það fóru Þorri Geir Rúnarsson sem er reyndar ekki hættur, hann var mjög öflugur þar, sko, og spilaði bara stórt hlutverk hérna 2014. Meiddist hann illa, var ekki þannig? Það var seinna, sko, hann hvort að hann fari til Bandaríkjanna líka í skóla, þannig að það fyrir hann einhver tími í það. Þannig að það var Jón Arnar sem var hjá mér í HK líka. Já, Bardal. Já, Bardal. Þannig að það voru góði leikmenn sem voru þar í gegn, sko. Já, Jóni Bardal, KFG legend í dag. Jú. Í ástriðinni. Heiða Geir sem er ennþá í Stjörnunni. Já, fullt af skemmtilegum leikmennum. En við skulum færa okkur yfir
í leikmannaferilin, það komið að seinni hálfleiknum hérna og Akró að fara okkur yfir til Stoke. Það viðandi. Akró appið aðgengilegt einstaklingum og lögölum sem vilja stunda viðskipti með hlutabréf Kauphöll Íslands. Afsláttur í dag. Akró verbum, ekki nóg með þær afsláttur, sko, menn, mér finnst menn sofa svolítið á því að þú ert með þetta í rauntíma þarna. Þetta er ekki Kjeldan. Þetta er ekki, bara sorry, samkynnsæðilin. Kortir á eftir, það er bara allt og seint og þetta er stundið viðskipt að marka. Ég veit það, sko. Sérstaklega verið hverju svo okkur sem við þurfum. Þetta bara rætt og ég þarf að fá þetta live. Ekki þetta benda okkur Birki þessu samhengi, við erum snillingir í að breyta 2 krónum í eina. Þið viljið brenna peninga heyrið okkur, sko. Byrjum á því að þann 1. júlí 1999 ertu keyptur frá Örgríti til Stoke. Hvernig segir maður Örgríti á sænsku? Örgríti, bara eiginlega eins og að skrifa. Ok, það er ekki bara höstrand. Nei, ekkert svoleiðis. Nei, ekkert, nei. Engin rembyggur. Ekkert höstrand, eins og hjá Viktor Bjarka í þessu. Já, þá ertu keyptur frá Örgríti til Stoke City eftir að vera hálft ár hjá Örgríti. Keyptur á 900.000 pund sem samkvæmt okkar upplýsingu væri í dag 2 milljónir punda. Já. Heilmikið fjö. Og sér alveg heimaðuna. Það er bara í að vísitölu tengja. Og kemur til Stoke á hápunkti íslensku tengingarinnar. Skemmtilegt var að vera hluti af því verkefni? Bara mjög skemmtilegt. Það var svo sem man nú bara svona þegar maður hugsaði að fara frá Örgríti yfir til Svíþjóð eða til Stoke að fara úr eftir deild í einhverju landi í basically 3. deild einhverstaðar annar staðar, sko. Það var svona það var eiginlega ákvörðunin sem maður þurfti að taka, sko. Og ég var búinn að spila mjög vel í Örgríti á þessum tíma og það var verið að tala um lið í öðruvísi tengingar í Svíþjóð, lið í Svíþjóð, á Ítalíu, Þýskalandi og eitthvað svoleiðis. En síðan bara einhvern veginn ég bara eins og hann samfærið mann þetta, það er rétt. Og þannig að ég mættur held ég bara 1. janúar 2000 og bara það bara hella sér í þetta verkefni, það eins og allir voru að gera og Gauji var að gera það og íslenski eigandahópurinn var að gera það líka og menn ætluðu bara upp úr þessari deild sem fyrst, sko, og helst á þessu hálfa árið frá janúar til maí, sko. Og við vorum ekkert alls ekki langt frá því, sko. Við áttum bara nokkuð gott haust tímabil eftir að ég kem. Við þurfum svolítið að skríða inn í playoffið, sko, síðan síðan bara playoffið eins og playoffið sko. Það er bara alltaf dramatíst og það gerist alltaf einhver vitleysa og það er einhver reikin út af og það er jafnað á síðustu stundu og allt það, sko. Þannig að það var, eftir ég búin að vera í þetta hálfa ár, þá var ég bara committed í bara að klára þetta og fara með liðið upp, sko. Alveg sama í hvaða deildir væru. Ég var ekkert að leita, þó að ekki tekist að komast upp í fyrstu tilrauna þá var ég ekkert að hoppa eitthvað frá borðið eða fara að leita eitthvað annað, við bara myndum halda áfram, sko. Sem alltaf tók sinn tíma og alls konar leikmenn sem koma og fara bæði Íslendingar og aðrir, sko. Já, mér langar að grípa þann bolt á lofti, sko, ef við byrjum á því, sko, Gunni Gísla, Mata Langisjór kongurinn í dag, sko, hversu mikil Íslendinga nýlenda var þetta þarna á þessum tíma? Hún var bara mikil, þegar ég er þennan fyrsta vetur þá eru, sko, Einar Þór Danielsson og Sigursteinn Gísla eru fyrstu menn eiginlega sem koma þarna með Gauja í nóvember, desember. Þeir eru á svæðinu, svo er ég kominn, svo er Bjarni Guðjóns kominn mjög fljótlega, þannig að við erum þarna allavega 4. Arnar kemur, Gunnlaugs kemur á lán frá Ipswich, þannig að þá eru orðnir 5. Svo er þetta bara langt síðan, ég man stundum ekki hverjir voru á hvaða tíma, sko. Síðan þarna setna er, Rikki Daða og Pétur Martins og Stebbi Þórðar. Einmitt, á þessu tímabili eru við með þá er ég ennþá og Bjarni er ennþá og Einar og Steini farnir heim aftur bara að spila heima á Íslandi eða farnir bara deildina heima, sko.
þannig að þetta Birkir Kristins þarna tíma fyrsta tímabilið á Brynjar Lárus Orri, Sigursteinn Gísla, Bjarni Guðjóns, Einar Dan og Arnar Gunnlaugs svo tímabilið eftir, annað tímabilið þá farið aftur í playoffs, tapið aftur en þú ert verið leikmaður ársins Passar. Og þá var að sjálfsögðu töpuð playoffsinu, þá var bætt í fleiri íslíkum eins og Brynjar segir ekki í dag Stebbi Þórðar, Kristján Örn Sigursson og hann var á staðnum sko, hann var búin að vera í unglingaleiðunum Birkir Kristins og svo Hjörvar Hafleðarsson aftur okkar maður hvernig hendaði enski boltinn þér versus Svíþjóð ekkert sérstaklega vel til að byrja með sko. Það bara var erfitt sko. Það var bara margfalt meiri hraði, harka, þú veist, auðvitað svona eins óskipulaðara á einhverju leiti, þú veist, mjög mörg lið náttúrulega bara að spila á þessum tíma 4-4-2, þú veist, þá ertu bara með kantmann og bakverði og þú veist, miðjumaður móti miðjumanni og þú ert bara í maður og mann þú veist, slagsmálum allan leikinn sko. Því menn gleyma því kannski stundum í dag að þú veist, enski boltinn í dag og enski boltinn þá er náttúrulega bara allt annað handlegur sko, líkamlega burði og hvernig boltinn var spilað og hvað dómarinn leyfði það fyrir unga mann og síðan fyrir utan það sko. Hvað var leyft sko, hvað var guldspjald og rauðspjald þú þurftir að hafa fyrir því sko, alveg að fá rauðspjald sko. Það þurfti að vera eitthvað sérstakt sko. Þannig að það var eins og segja helvít sparningur bara til að byrja með sko. Það var en ótrúlega þú veist, svona setna árið þú veist, ef við kláruðum þetta fyrsta hálfa ár og byrjun næsta tímabil, þú veist, þá var maður svona, veit maður hvað er að fara að gerast og hvað er maður að fara út í og var bara ótrúlega skemmtilegt sko. Og svo eru við komin til 0-1-0-2 þar sem þið loksins vinni playoffs í allt þegar þrendir, komast yfir championship og þar mætir inn bara einn Íslendingur en svo sýnist mér að hafa fækkað hans í ofnum Pétur Martins kemur inn en eitthvað er fækkun eða ekki? Jú, á þessu tímabili eða eftir þetta tímabili Mér sýndist allavega svona á skotinu að það var eitthvað minna íslenska fána sko, eftir þetta tímabili náttúrulega Guðjón hættir sko. Eða ekki, þetta er ekki áfram Þessi playoffsleikur, er þetta við vorum að tala um ánum F á stjörnuna þetta lítur að farið ansi hátt líka í sögur Nei, að því að það sem kemur einhvern veginn aldrei fram ég var fótbrotnaði þannig á einhverjum tímapunkti og fór í aðgerð bara einhverjum 1-2 dögum fyrir leikinn og bara eitthvað ráðlagt að fara ekki í bíl, sitja í bíl eða rútu eða eitthvað og ferðast með í leikinn sko. Varstu bara heima? Þannig að ég satt bara, ég held ég að verið upp á velli, upp á Britannia eins og það var kallaði þá og með leikmönnum sem voru meiddir eða þú veist, fólki sem var í kringuliðinu sem var ekki á svæðinu og þetta var náttúrulega sófameistari sófameistari, þannig að þú veist, þetta er margt annað þú veist, ef maður tekur ekki þátt í þá mann maður ekkert sérstaklega eftir leiknum sko. Þannig að ég veit bara að við unnum hann En svo er svo skrítið við förum í tímabilið 0-2-0-3 og þá er Guðjón Þórðarsson látinn fara eða hvað loksins þegar hann kemur liðinu upp það var sérstakt það var eitthvað búið að vera í loftinu eins og maður segir þannig eftir að hann eða svona liðið tryggir sig upp deild og síðan náttúrulega fagnað og það er einhver hátíð á vellinum með áhorfendum og fleirum sko, en það var eitthvað svona maður fann það það var svo veist, hann hélt einhverja smá ræðu og maður fann að það var eitthvað í gangi en síðan þú veist, við sem leikmenn við náttúrulega bara förum síðan í okkar frí og svo gerist bara það sem gerist bak við tjöldin sko, en endaði þannig að Guðjóni var sagt upp hvort hann hafi runnið út á samninga það var sagt upp, ég man ekki alveg hvort það var sko, það var ekki framlengt þannig að hann fær ekki að halda áfram með liði sko. Nei. Má ég spyrja einu Guðjón Þórðarsson er besti þjálfari í sögu Íslands Já, ég held að hann sé alveg nálægt í sko. Já. Varstu með eitthvað? Já, bara, þú veist, ég velti fyrir mér sko ungur árum og fylgt efnilegur og spila vel hann á öðru ári var leikmaður tímabilsins
sæta stelpan á ballinu kom ekki til greina að fara sem set þetta? Nei, gerði það bara ekki sko. Það var nei, bara hvarlaði aldrei að mér sko. Þú veist, þetta var einhvern veginn og síðan, þú veist, það var ekkert að gerast sko. Það var ég veit ekki hver, þú veist, úr þú veist, líka eitt þarna upp í efstu deild, það hefur verið mjög stórt stökk sko, upp í Championship fer þetta í hvaða lið þú farið en það hefur verið kannski svona passlegt sko. Og svo varstu bara, þú veist, Stoke stórt lið sko. Veist, þannig að það voru 10-12 minni lið í deildinu fyrir ofan, hvort þið sko. Hvernig einandla fylgja svo eftir sko, að því að aftur þegar að mér er svo merkild að horfa á deildin í dag og þróun náni, en sko þarna var það ekki útdautt sko hollusta við félög, þarna var ennþá bara þú veist, það var ekkert sjálfsagt að færa sig af Skaganum til KR eða þú veist, það bara var það eitthvað sem spilaði inn í á þínum ferli til dæmis, bara, byrju, ég er ekkert að fara að færa mig hugsaður hagsmuni liðsins og aðdáðanda, eða var þetta bara Já, þú veist, þetta var veist, það var annar heimur sko, aðeins kannski öðruvísi, ég veit það ekki, maður bara gerði sinn, ég held þarna 3,5 á samning sko, þarna er ég komin 1,5 eða 2 ár inn í þann samning, veist, leið bara vel á svæðinu, var í fínu liði sem átti góða möguleika á að fara upp, stóru liði sem fekk mikla athygli, þannig að það var einhvern veginn, það var ekkert annað mikið grænna sko, hinum með við sko. Hvernig er að búa í Stoke? Akkurat þarna hendaði það bara okkur frábærlega þú veist, svona sem fyrsti staður á Englandi, þú veist. Svo bara var bara vel tekið á móti öllum Íslendingunum. Það var, þú veist, fólk á hótelum eða veitingastöðum eða kaffistofun eða leikskólanum eða hversum og fóst sko, þú veist, ég þurfti að fara á fæðingadeildina, bara enga herbergi og ekkert vesinn sko. Tengir við frasan, but can you do it on a rainy day in Stoke, rainy night in Stoke? Já, on a rainy Tuesday sko, það er alveg í febrúar sko, það er alveg kunst sko, já, það er ekkert fyrir alla. Nei. Bara að fara á völlin sko, það er ekkert fyrir alla. Þú veist, það er, já, það getur alveg, sérstaklega í Stoke, það getur verið svona smá vindar og þú veist. Var ekki gaman hjá okkur Íslendingunum hann eða? Var ekki eftir góðan sigurleik, kannski fengið sér nokkra kalda? Eitt sódavatn og svona, jú, það var gaman hjá okkur, það var bjuggu eiginlega allir á í Stoke, bara nálægt hvort öðrum, þannig að það var alveg mikill samgangur og þú veist, hvað sem það var eftir leiki eða þú veist, þeir sem voru einhver á okkur komið með lítil börn, þú veist, barnamæli og þú veist, jól og áramót og margt svona sem bara var gert í sammenningu sko. Já, sko, þið haldið ykkur svo uppið þarna tímabilið Championship, jöglið 3 þjálfurum þessu tímabilið, Steve Cotterill, Dave Keevan og svo sjálfsögðu Tony Pulis sem er svo club legend þarna, sko, er það rétt samsæriskenning að Tony Pulis hatar Íslendinga? Já, það lítur þannig sko. hann hataði, ég get ekki svarað þessu, hann hataði mig ekki sko. Nei, þú varst kannski undantekningin? Já, kannski undantekningin af reglunni sko, já. Sem sanna regluna þá. Já. Ég veit það ekki, það er já, hann var bara sérstakur og þú veist, hann vildi sína menn, veist, hvernig sem á það er lítið, þessu Íslendingar eða eitthvað annað. Svo kannski var hann í einhverju smá stríði við eigendurnar, skilur, þetta væri nú hans lið og ekki þeirra og sumir fara svolítið í þann leik sko. Já. Hann ætlaði nú ekki að fara að spila einhverjum Íslendingum bara því að það var einhverju íslenskir eigendur sko. Nei. Þannig að en ég held svona, ef það er litið tilbaka, að þá hafi Pulis verið besti maðurinn fyrir Stoke á þessum tímapunkti sko, í þeirri stöðu sem við vorum sko. Gerði frábæra hluti. Og gerði síðan seinna meir frábæra hluti með þeir sko. Já. Þannig að svo er bara hægt að deila það
hvort að fótboltinn sé skemmtilegur að leiðilegur undir. Já, svo það. Já. Það bara það önnur dagskrá, sko. Já, endalókin hjá Stoke fyrir Nottingham Forest, hvernig stóð því? Þau voru leiðileg bara, sko. Þú veist, eða svona, ekki eins og ég hefði viljað hafa þau. Það var ég sem renn út á samning eftir að við höldum okkur uppi og það átti að bjóða mig nýjan samning. Spila alla leiki, spila 45 leiki, sko. Já, ekki nema, missa einum. Já. Já. Og það verður eitthvað svona, reyndar eitthvað að gerast, það einhver sjónvarsamningur sem að fellur síðan gengur tilbaka, þannig að einhverju peningar sem félögum voru að búast við, þann mjög snemma kemur í ljós að þau eru ekki að fá peningin og það er sem einhver ITV samningur frægur, en það var nú kannski ekki heila málið. Ég bara, í grunninn var þetta þannig að með einhvern samning sem var bara allt í lagi miðað við það sem maður var að gera og þeir voru að bjóða mér lægri samning. Já, okay. Eftir að hafa verið hjá þeim í 3,5 ár, farið í gegnum allan barningin, komið liðinu upp, haldið liðinu uppi, ásamt fleirum náttúrulega, en verið stór hluti af því. Þannig að það var bara staðan, þannig að ég bara einhvern veginn afþakkaði, sko. Já. Átti einhverja 1-2 fundi við Gunnar upp í sem hét á Bananar, minni mig. Já, einmitt, já. Var þar. Og þetta var bara einhvern veginn ekki, já. Mín tilfinning gagnvart þessu var ekki góð og bara þakkaði fyrir þig. Þakkaði fyrir mig, sko. Já. Og það var ekkert auðvelt af því að það var svona fyrir sérstaklega leikmenn í svona neðri deildunum að þá var þetta svona óvissu tímabil, sko. Já. Þó að menn hafi verið án samninga og eitthvað svoleiðis, þá liðin voru ekkert að fara hendaninu í þig, sko. Nei. Þannig að Þetta Forest eða ekki? Enda hjá Forest eftir smá vinnu. Það var þannig að ég var bara bjóð ennþá í Stoke í sumarið þegar undirbúningstímabilið er að byrja. Ég var á leiðinni til Derby að æfa, bara í gegnum einmitt nefndan Dave Kevan. Þekkti þá einhvern þar og þeir ætluðu bara eitthvað svona að taka við mér og leiða mér að æfa. Og á leiðinni ringir Nottingham Forest í mig og vill fá mig á staðinn og ræða málin og ég æfiði með þeim 2-3 sem síðan enda bara með því að ég geri minni að veri bara eins á samningur við þá. Forest risa lið, þannig ekki? Jú, og bara, þú veist, eins og það í dag, það er bara risa lið, sko. Það er bara sögufrægara að mörgu leyti en Stoke, sko, en bara því að unnu Evrópukeppni á sínum tíma, sko. Og bara með fullan völl í fyrstdeildinni og þú veist, jafnmargir á vellinum þú veist, þegar voru í fyrstdeildinni og það núna, sko. Þannig að það var alveg smá upplifilsi, sko. Já, saknaður Íslendingana? Það voru nú bara ekkert margir eftir, sko. Nei, einmitt. Ég held að Bjarni hafi verið farinn, ég held að Pétur Martins mögulega var eini maðurinn sem var eftir hana í smá tíma, sko. Var það bara eitthvað meðvitað ákvörðun hjá stjórn eða þá þjálfari að segja bara áttur náttúrulega Tóni Björns hatar Íslendinga? Já, bara pjúlið, sko. Já, hann hefur bara verið bara, heyrðu, þetta minn klúbbur hérna. Þetta er ekki einhver frændastarfsemi hérna. Já, bara verið hluta því að setja sitt mark á hópinn og klúbbinn, sko. Já, maður kom með eina ósanngjarna spurningu, sko, allir þessi leikmenn, til dæmis þú og 10-15 fleiri Íslendingar, sko, auðvitað hjálpaði náttúrulega íslenski vinkillin þarna, en voru þeir allir á levelinu að spila með Stoke? Eða, veist? Já, á þessum tíma voru menn það alveg, sko. Já. Veist, þetta er allt Pétur er búin að vera frábæri í Svíþjóð, Ríkja er búin að vera frábæri í Noregi, Stebbi Þórðar kemur frá Svíþjóð, langar mér að segja. Þú veist, Arna Gunnlaugs náttúrulega engin spurning, þú veist, Bjarni var búin að vera í
kemur frá Belgíu, minni mig já. Að því ég var að lesa viðtölið Tóna Pjúli sko í dag sko, hann talaði dóldið eins og það hefði bara verið að fá bara Kitta Píp bara í strækjarinn sko. Já, nei, þú veist, síðan má kannski bara deilum, þú veist, hentaði þessi bolti Rikka eða Pétri Martins, það kannski kannski meira sem væri hægt að fara út í og þú veist, á þessum tíma eru Rikki og Pétur, þú veist, sennilega byrjunum liðsmenn í landsliðinu, sko. Já. Klart mál. Við erum að fara okkur yfir til Watford og það er í London ekki? Er það byrla? Ekki hóra mig. Það er svona, það er í jaðrinum, sko. Já, ok. Það er eiginlega rétt fyrir. Já, ég har að setja kotta þetta út. Já. En TM gerir tryggingamála einföld og leggur áherslu á framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu. Þeir mæta þér það sem þú vilt og með þeim samskiptaleiðum sem að þú kýst á staðnum netspjall í síma og það er eitthvað sem að ég finn fyrir í viðskiptum við TM að það er ekkit grín að koma að stað það sem ég var áður tryggður og að koma að stað á netspjallinu bara á núleitni og fá samtal við ráðgjafa og græja þetta bara. Já. Það er ekki sjálfgefið, þannig að ég er þakkláttur TM og hvet fólk til þess að nýta sér þá góðu þjónustu sem þeir bjóða. Það er svona alveg eins og að tala autocenter á hann, það er eiginlega TM, það er bara vill lenda í slisi til að fá að heyri í þeim. Nei, það er ekki alveg. Og svo endar við autocenter líka. Það er ótrúleg. Það er keðjan. Já, en að Watford, sem eru þarna í jaðri Lundúna, þar spilaru tímabilið 2004-2005 þetta frábært tímabil, Chelsea vinnur hann á deildina Já, Mourinho Wow. Ef að tala um það þess Gúti En í Watford þá er markaðistur í liðinu Heiðar Helgursson með 20 mörk Já. Talandi vann með það leikmenn Já. 20 mörk þetta tímabil Já. Það er ansi vel að það er helviti gott Þú spilaði hann 43 leiki og Þú varst ekkert mikið að spila það var bara alltaf 50 leikir einhvern einsta tíma Þetta eru leikir bara á 2-3 daga fresti ekki? Bara endalaust Jó, það er, þú veist, svo kemur inn í þetta deildabikar og bikar en 46 leikir í deildinni, sko, þú veist, þetta er barningur, þetta er álag Er þetta ekki bara leikur, recovery, leikur? Jó, það er ekkert æft? Jó, það er ekkert æft þannig, sko, þú veist, það er engin að pæli því hvort þú standir út í hotni að hlaupa sem vitleysingur á æfingu, sko. Það er bara, ertu klár í leikin á laugardegi eða þriðjudegi og þú veist, það er nógu gott fyrir mig, sko. Já. Hvernig var þessi tími hjá Watford? Góður. Aftur kom svona sumar bara sem var svona eitthvað millibils ástand. Var næstu í faran til Eriks Hamren í Álaborg þetta sumar eða vor, sko. Hver var umbyggðin? Þarna var ég með sennilega Óla Garðars Já. Hugsar í dag Óli Garðars var bæði við hjá okkur daginn geðveikur þáttur allir að taka hann Hugsar í dag þegar þú sér peningarna sem er núna í boltana bara, ég fættist aðeins svo snemma Nei, ég hugsaði þarna, þú veist hvenær voru menn að fara til Kína og eitthvað þetta var spurningur svona 2-3 ár kannski, taka 6 mánuði í Kína eða Saudi eða eitthvað, maður er gamall við það, sko. Já, að því maður hugsa, sko, okkar allra besti maður, Jói Berg, skilur ég myndi segja að þeir eru ekkert mjög ósvipaðan fyrir Jói Berg aðeins lengur, en hann er í Saudi í dag, sko, við hefðum getað séð Brynjabjörn í Saudi Rauðar hann góðan í Saudi, sko, það er ekki eða Já, tjúlega það farið vel með mig, maður það hefur verið bara 50 stað hitta það er einhver grænt vel á hérna Sólavörð, sko. En já, Watford já ótrúlega neutral tími svona einhvern veginn að því að, þú veist, samt ekki það var eitt náttúrulega Heiðar sem var búin að bara góðsögn í þessu félagi enda frábær leikmaður og var svona félag sem var einhvern veginn bara, þeir voru bara að skrimta einhvern veginn, voru með einhverja gamla leikmenn hérna og þaðan eða þú veist, 1-2 sem höfðu áttu einhvern feril í efstu deild og síðan svona eitthvað, búið að skrapa úr eitthvað deildunum á neðan og svona síðan, þú veist, ég og Heiðar og einhverjur örfáður í viðbót, sko og við byrjum ágætlega, sko, við eigum bara ágætis fyrirhluta tímabils
erum ekkert með rosalega stóran eða breiðan hóp og og það bara svona á að fara komast í gegnum þetta tímabil án einhverja stóra slisa sko, í rauninni við gerum ágætlega fram að held ég jólum, við erum í undanúrslitum í deildabikar spilum við Liverpool 2 leiki þarna í janúar, februar heim og heiman sem tapast báðir 1-0 en allt í góðu sko og svona upp úr því fer einhvern veginn að bara hópurinn orðin einhvern veginn þreyttur og þú veist búið að spila mikið að leikjum og þú veist, þessi 2-3 eldri Sean Dice, einn af þeim til dæmis Var hann að spila í Watford þá? Já, Hafsend í Watford Já, shit maður og Er hann jafn bilar og maður heldur eða? Já, hann er bara nákvæmlega eins og hann kemur til dyrana eins og þú sér á skjánum þú veist, það er bara Hann var ekki mikið að spila boltanum? Nei, það er bara, þú veist, við vissum að væri að fara upp í hornið, sko það var kannski besta við það bara þarna, já Já, bara með svona neutral tími Já, bara þannig, en ég spilaði vel því að ég var búin að átti alveg smá erfitt þarna síðast árið á Stók eða seinni hlutin á Stók og kemur eftir þangað að spila bara 3 leiki, hvað? Já, þá kem ég frá Nottingham á láni síðustu 2 mánuðin tímabilinu og ég spila einhverja 2-3 leiki þá held ég sem sagt upp úr þessu þá hataði Pjúlis alla Íslendingar sem var búin að vera með það var bara fullreynt en þannig að það var svona endasleft og sama en þú veist, sama Watford var ótrúlega gott fyrir mig, ég náði mér einhvern veginn aftur á stað og á strik og spilaði vel sko. Og og var bara svona að sjá fyrir mér að þú veist, þarna maður orðin 29-30 næstu í held ég sko Það var heldur gamalt að þessum aldri á þessum tíma segir sorry Já, kannski 30, þú veist, þá var það orðið svona einhver tíska að gera ekki enga lengri tíma samninga við þannig leikmenn sko, þannig að maður hugsaði, þú veist, tökum 2, 3, kannski 4 eitthvað ár og höfum gaman að því og gerum eitthvað úr því skilur en það endaði bara í 1 ári Ray Lewington var þjálfari og hann var látið fara og hann var látið fara í mars því að við vorum í basli síðan í lok tímabils að halda okkur uppi sko. en höngum uppi með Eddie Boothroyd sem sennilega frægustu fyrir að verið með U21 enska og farið reynda upp með Watford árinu seinna sko. Og þannig að það bara einhvern veginn var svona bara fjarað út sko. Þú veist, ég átti 1 ár eftir samning, Redding gerir tilboð í mig og ég bara fæ að fara með þeim förmörkjum að þú veist, ég ætla bara að gera búið til einhvern annan hóp og yngja liðið og eitthvað slíkt sko. Var það ekki óvænt? Þú veist að spila vel Jú, það var það það var kom mér á það var óvænt, þú veist, það var bara ég var búin að spila vel og standa mig vel og var, spilaði alla leiki sem ég var bara available í sko. Spilar þú sömu stöðin í Championship og höfðu allir liðunum sem við erum að tala um, ertu alltaf á miðinni eða? Já, nema ég hafsend í svona eiginlega 1 tímabil í Stók Já. Heldur mögulega sko að því að við erum núna að tala í annað en 3. sinnum lið, Stók alltaf bjóð að læra laun og eitthvað sko, varst ekki nú að fancy leikmaður? Þú veist, var auðvitað að borga bara einhverjum brassa sem var að skora 10 mörg tímabili sko. En voru Stók í fjárhagskrökkum á þessum tíma Nei, ekki fjárhagskrökkum en þú veist, vildi ekki fara eða einhverju sem þeir átti ekki sko. Og vildi ekki taka sénsinn á því þannig að það var svolítið sérstakt andrúmsloft í kringum, þú veist, ekki bara Stók heldur bara mörglið í neðri deildunum á þessum tíma sko. það var verið að þennja sig aðeins og mikið sko. Þarna varst að fá Brynjar, varst bara að fá gaur sem spila hvern einasta leik sko, þekkir, Já, við skulum færa okkur yfir til Redding Já, það var blessing in disguise
Heldur betur. Já, heldur betur. Það eru Sjöstrand. Já, Sjöstrand. Sjöstrand mætir á sveiði. Sjöstrand eru þetta með úrvala frábærum hylgja köffum, eins og ég segi alltaf. Köffum. Gott kaff, þú fær kaffið á betra verði og þeir sjá til þess að þú alltaf nóg til komið fylla á þetta. Ég svolítið verið að tala fyrir fyrirtæki áskriftinni. Já, ég mæli með. Hún gleður mikið innan veggja Kreditinfo og allir voða kátir þegar þeir sjá Gunnar komið fylla á kaffi. Já, hann líka glæsilegur. Að þetta fer nánast í að fljótt og þetta kemur. Ef maður kemst í lungu en þá það maður bara talin heppin. Það eru fljótar að klára kaffi svo hann mæti aftur. En í enga neysluna þá voru þetta með 15% afslátt. Það voru stífa samlingar við Gunnar. Já. Þetta gefur ekki afslátt af gæðum, svona hans gæði kosta. Við fengum 15% í gegn með kóðanum CAD. Notið hann takk. Svo það Payday sem að einfalda reikningi gerð, launagreiðslur, bókhald og skila á opinberum gjöldum. Notaði Payday til að fara reikninga, skila launum, hafa yfirsýn og senda grafískar skýrslur. Og það kannski, ef við mætti bara hamra örsnögt á því, það flottast að við Payday að mér finnst. Það grafíska yfirsýn. Já, ég sammála því. Þú sér bara hvort það gengur vel eða illa. Já, þú gerir það. Og aftur svo Brynjar byrja að tala að tölvan lígur ekki, þessi gröf lígur ekki heldur. Nei. Þú getur að reynda að blekja með einhver XG tölum, en það tölun að segja sitt. Tölun að tala sínu. Redding tíminn, Brynjar, þú varst ekki lengi að byrja að kökka í Redding, eins og unga fólki segir. Já. Á þínu fyrsta tímabili að vinniði Championship-deildina árið 2005-2006. Já. Bara magnað tímabil, þú veist, það 46 leikir, töpum 2. Já. Man ekkert hvað við, þú veist, skorum upp undir 100 mörg, hvort síðan 95, 99 eða eitthvað svona. Já. Og Var þetta svona gott lið, eða var þetta óvænt? Nei, þetta var óvænt, Já, það voru örugglega fyrirfram, örugglega þú ferði gegnum nöfnin núna, þá myndir þú kalla þetta gott lið, en akkurat þá voru þetta svona, þú veist, no-name gæjar, þannig, þú veist, fyrir utan kannski Sidwell sem þarna á miðunni. Chelsea legend. Jú. Mikið Chelsea legend, já, gerði gott mót. Og en menn sem urðu síðan, kannski 2-3 ánum setna, þú veist, Kitson og Stephen Hunt og, þú veist, Nicky Shorey á landsleik, vinstri bakvörður. Hvað heitir helvita á honum sem að höfukúpurödd minn mann Peter Cech? Stephen Hunt. Helvita á honum. Já, ég var þar. Nálagt einhvers staðar. Já. Þannig að það var bara, eins og þú segir, ekkert sem sagði það að þetta myndi gerast, skilur við, en félagið ætlaði sér að vera í efri hluta baráttunni, þú veist, að ná inn í play-offs og mögulega berjast efstu 2 sætin. Tölum Háka áðan, fannstu lyktina þarna líka, það var eitthvað gott í vændum? Já, gerði það, já. Það var einhvern veginn, veist, stundum bara kemuru saman með hópa í þessu tilviki strákum eða leikmönnum og eru bara, það bara einhvern veginn eitthvað sem syngar, það engin veit hvað það nákvæmlega, þú veist, eitthvað þú veist, einhver vinna, þú veist, hjá þjálfarateimi og fólkinu í kringum félagið, en það getur líka, þú veist, farið á hinn veginn, en þetta var bara einhvern veginn, þú veist, við bara unnum leikin, töpuðum ekki, Nei, og Steve Coppell og þjálfari, hvað hefur hann að segja? Hann bara góður manager, þú veist, hann ekkert ekkert að flækja hlutin eitthvað út á æfingasvæði, þú veist, hann velur liðið, hann leggur uppleggið og svona, því sem hann vildi koma framfæri á þeim tíma var kannski bara, þú veist, á fundi daginn fyrir leik eða eitthvað slíkt, man ekki og sárafáar æfingar sem hann, þú veist, basically sá þú veist, það var ekkert með mikið með keilur í hendinni, Nei. En bara náði einhvern veginn til leikmanna, þú veist, vissi hvað átt að segja á réttum tímum og réttum stað, og svona hvernig hann trýtaði hópinn bara alla eins, þú veist, ef þú stóðst þig þá vissir þú myndir spila næsta leik, þú veist, og síðan ef þú varst á raskatinni í næsta leika þá bara var hægt að þú myndir ekki spila þar á eftir, þú veist, og þá var bara einhver annar sem svona stígur inn, kannski svolítið gamla skóla
filosófía, þú veist, það var ekkert verið að rótira einhverjum hóp eða kvíla menni eða eitthvað, þú veist, ef þú veist búin að spila 20 góða leiki, þá bara spilaðu 21. leikin, skilur við, skipti einhver máli, sko. Kemur þér óvart kannski bara úr eini alltaf, sko, að því ég hef eina spurningan að besta liði sögu Champions League deildarinnar, við sjáum til dæmis Burnley liði sem Kompany var með og Jó Berg var í, sko, það sem Redding kannski gerði betur en mörglið sem komast upp að þeir gáttu bara haldið áfram að spila eitthvað non-bullshit fótbolta og haldið áfram og gert það sama í Prem. Já. Gerðu það og þú veist, fótbolti var hvorki góðinni slæmur, skilur við, það var bara ofta á tíðum bara frábæri leikir sem við spiluðum, sko, og og fórum í gegnum fyrsta tíðanbilið á bara sama meiri að minna á sömu leikmönnum og sama leikstíl og sömu nálgun, skilur við, það var ekkert verið að flækja málið og mikið, sko. Nei, var ekki keypt mikið af leikmönnum eða neitt? Jú, við fengum alveg ágætis viðbótir en ekki marga, sko. Nei. Solki Hjún eða Hjún, kantmaður Suður-Kóru var mjög góður fyrir okkur þarna, sérstaklega fyrir hluta tímabils. Já. Við höfum mögulega bætt við okkur hafsend, við fórum í gegnum Championship tímabili með 2 hafsenda, sko, veist, af 2 sem spiluðu alltaf. Já, það eru mörg legend þarna inni. Já, þannig að veist, vorum með tiltölulega lítinn hóp, þú veist, það voru 16 í hóp, veist, það voru kannski 2-3 fyrir utan hóp, sko. Veist, það var ekkert meira en það, sko. Nei, sko, það er eitt sem er mikið rætt í þessum þætti og það er gott að vera mann sem var þarna. Hvenær koma Viktor Unnar og Gylfi Sig inn í dæmi? Gylfi Sig kemur þarna sama sumar og ég, 16 ára, já, 2005 þá, og við verðum svo sem ekkert mikið vari við það, þú veist, auðvitað vitum hann er að koma og vitum hann er á svæðinu og þú veist, hann er með unglingaliðinu bara. Hann var ekki af með ykkur? Nei. Held bara ekki neitt, ekki þetta sumar, sko, eða þetta tímabil, hann ekkert með okkur, sko. Og sennilega ekki tímabili þar á eftir heldur, sko, nema bara svona eitthvað öðru hvoru. Viktor Unnar kemur held í örugglega árið seinna, frekar en 2. Já. Og já. Æfði hann með ykkur? Nei, ekki, hann æfði samt meira með okkur. Það var eitthvað, hann var skráður alltaf í hóp? Eitthvað svona, já, eitthvað meira. En eins og við vitum, náðu sér ekki á strik. Nei, því miður. En varst þú að knúsa þessa stráka? Já, maður reyndi aðeins. Maður þurfti svo sem ekkert að hafa fyrir Gylfa. Hann, þú veist, sá bara sig sjálfur og... En það þarf að knúsa Viktor Unnar? Það þurfti að knúsa hann, öðru hvoru, sko. Já. En hér erum við í dag og Viktor Unnar er besti vinur okkar. Já. Sko, það er eitt sem ég langar að fyrst tímabili í ensku úrstæðinu er komin að þið endi í 8. sæti í deildinni. Ekki smá árangur fyrir nýliða. Er þetta ekki bara besti árangur hjá nýliðum bara sem eru séð, sko? Já, sjá það núna. Get ekki fullir það, en þú veist, það er örugglega mjög nálægt í, sko. Þú veist, lið kannski eins og mögulega, eða klúbbur, þú veist, eins og Newcastle hefur farið niður og upp og þú veist, þeir geta alveg hafa náð einhverju svona rönni, sko. Það er bara erfitt, við vorum held ég stíi frá að ná 7. sæti sem það hefði verið Evrópu sæti þá, sko. Það er rosalegt, sko. Og maður líka því að við erum að sjá það núna, búið að gerast núna nokkuð tímabili röð og það er eiginlega bara, liðin fara bara beint niður aftur. Varstu komin með þetta parachute payment þarna líka eða? Já, einhverju leiti, einhverju hluta, já. Ekki eins háar og það eru núna og hvort það hefur verið 2 ár og það er búið að bæta við, þetta eru 4 ár held ég núna. Já. Manstu eftir einhverjum góðum úrslitum frá þessu tímabili? Þessu, já, þú veist, við eigum hann að fyrsta leik sem ég reyndar held ég taki ekki þátt í neitt. Þú veist, fyrsti leikur er Middlesbrough, við erum 2-0 undir í hálfleik, vinnum 3-2. Það er sem einhvern veginn svona startar þessu tímabili bara á besta mögulega veg, sko. Já, og finnir bara við getum verið. Já. Fleiri úrslitana, það er... við förum á spilum West Ham, ég held að það sé örugglega þetta tímabil hvort við vinnum West Ham
það gæti verið árinu seinna reyndar, við fyrir til Chelsea jólin, náum jafntefli þar eru við með Lampard, Ballack, Makaleli á miðjunni, skilur við, þannig að liðið sem varð meistari þá árið áður eða ekki? Jú. Þannig að ég verð að spyrja bólaspurningu best, svona þú veist að því að þú uppnáður ræðni Champions League-deildinni, League One og annað, sko svona kannski top 3 eða top 1 bara skemmtilegustu vellir að spila og mest á upplifun og vera í göngunum og annað. Já, það Old Trafford og Anfield náttúrulega, þú veist, þau lappa þar út og nefn Walk Alone hljómar, Newcastle er skemmtilegur, Stamford Bridge, já þetta var leiðandi spurning, sko. það er ekki alveg það er alltaf að fara í töðunar þetta lag þarna. Já, blues, já. Það er ekki alveg sama stemming og þú veist, labba út á Anfield nefnum okkur lón, sko. Maður samt, sko, og við hefum spurt marga þessu, sko, þú veist, er þetta bara eins og Gary Martin segir, at the end of the day it's just football, þú veist, er það bara flautan gellur, þá er þetta bara eins og að spila í kornum eða hvað sem er, sko. Já, þá er þetta náttúrulega bara það sem þú ert að gera, skilur við, þá er þetta bara eðlilegt fyrir þér, en hérna á sama tíma áttari á því að þetta er bara, þú veist, geggjaði leikmenn mörgum liðum og þetta er hérna, þú veist, þetta er, þú veist, maður kannski kann að meta það núna bara, því að það er liðin einhver tími, sko, þú veist, að hérna, og þú veist, þú ert á tíma þarna sem, þú veist, Mourinho og Chelsea er frábært lið, þú veist, Liverpool er alltaf með gott lið þarna, og þeir vinna ekki deildina. Manchester United er með, þú veist, meistarlið Rooney, Ferdinand, þú veist, Berbatov, eitthvað svo leið, sko, þú veist, þetta er alveg svona eitthvað svona einhver gullaldar ári yfir þessum tíma, sko, að vera að spila þarna, sko. Sko, ég spyr eftirmæli úrslit, en sko, manstu eftir einhverju leik það sem að þið bara áttuð ekki breyk? Það var einhvern veginn, Arsenal var alltaf erfiðastir fyrir okkur, sko. Þú veist, voru farnir eða svona spila kannski aðeins meiri evróskari bolta, sko. Þú veist, heldur mikið í hann, voru bara ótrúlega góðir undir pressu, það var alveg sama hvað nálægt leikmönnum, þú veist, Vieira eða Henry eða eitthvað, þú veist, þeir eru bara hafa bara kontról á stöðunni alveg sama hvað þú djöflast mikið í þeim, sko. Já, gaman fyrir nallarna er þetta. Sko, þið lendið svo í alvöru second season syndrome, lendi 18 setið það sem sko var eitthvað, við tölum HK-on, þetta er kannski kunnilegt þema í þessu þætti, en að voru menn eitthvað svo verðunum eftir gott fyrsta tímabil eða? Nei, þú veist, þetta missur eitthvað svona, hvað við kallaði, þú veist að kallaði edge, þú veist, eftir þetta fyrsta tímabil, skilur, það sem allir, það er bara einhvern veginn kveikt á öllu allstaðar, sko. Þannig að það er kannski það sem gerist aðeins. Það koma 2-3 viðbætur í liðið eða þú veist inn í hópin sem einhvern veginn voru ekki alveg funkuruðu bara ekki, sko. Þú veist, voru svona hálf misjöfnu kaup, sko. Þú veist, þannig að hefðu það verið heppnast og þú veist, þá hefðu við getað verið einhverjum 10 stigum betri, skilur. Seinna tímabil, þú veist, ég er meiddur þarna, þú veist, ég spila held ég alla eða flesta leiki frá vori til jól og áramóta og svo er ég bara ekkert með eiginlega meira, sko. Þannig að við áttum þá er voðuvís en svona í minningunni áttum við alveg allt í lagi fyrirhluta, sko. Okay. Af því að við sjálfum sér föllum ekkert með, við föllum á 3 mörkum. Já, ég sá það, já, einmitt. Þannig að hérna talaðu 3 mörk, hann setti 3 mörk fyrsta tíma, skulum ekki gleyma því, takk. Já. En það er mikill markaskora. Vantaði þessi 3 mörk, sko. Þú veist. Já, þú er þetta eigað inni. Já. Þannig að hérna það var svo minning frá því tímabili er eiginlega kannski ekki eins góð, skilur, eðlilega frá fyrst tímabilinu. En hérna það var það var einhver viðbætur í hópin sem svona voru ekki alveg, funkuruðu ekki alveg, þú veist, þá er ég líka bara að tala um hópin innan klefans og allt svoleið, sko, ekki bara á vellinum og hérna
hvað ég segja, það var ótrúlega mjótt á mununum, veist, 3 mörk eru náttúrulega ekki neitt sko. Ég held að við hefum ekki verið í fallsæti nema bara þess að síðust 20 mínútur á tímabilinu sko. En sko núna eru við bara hérna ITS Dark, þetta allt fint, hvaða leikmenn voru þetta sem voru ekki að passa inn í klefann? Það við fórum í einhverja, þú veist, fórum að elda einhverja til Fraklands og eitthvað svo lýs, það var hérna Pössuðu ekki alveg í stemminguna? Pössuðu ekki alveg í stemminguna sko. Þó að við hefum nú verið útlendingar, það voru búin að vera svo lengi þarna, við vorum eiginlega taldir sem englendingar sko. Það var skipt í útlendingar móti englendingum og þá vorum við bara með englendingum lið sko. Þannig að þá áttu komin á góða stað líka sko. Það er gott að vera inn í því sko. Já. Trúi því. Brynjar Björn er alveg Barclays-leikmaður sko. Ég ætla bara að inntækja fyrir að hrósa Hödda Magg fyrir skemmtilega þætti Íslendingasögurnar. Eru geðveikar? Frábærar? Já. En stutt líka bara okkur, já, mjög snuðt. Akkúrat öfugt við það sem við gerum. Hann hefur bara verið, ég ætla að gera öfugt við það sem við gera. Sem ekkert vitlaust. Sko, en svona, ef við segjum smá innblást fyrir það, auðvitað, ég bara myndi segja bara flestir Íslendingar allavega minnstakosti stráka með stjörnur í augun með Premier League. Átt einhverja Íslendingasögu fyrir okkur? Úr Premier League? Já, bara opin spurning. Já. Vá, þessi er góð maður. Fekstu einhvern tíma nikotín-tyggju hjá Sir Alex eða? Nei. Það er nú, já, gott að við séum hérna á léttunótum. Ég góða sögu. Það reyndar ekki úr Premier League en ef ekki að láta frá Englandi. Það eru bara úr bikarnum svo sem. En við förum sem spilum við Manchester United bikar bara annarri þriðumferð sem 32 leið úrslitið eða eitthvað í janúar. Það eru svona fyrstu leikinni sem við fáum að sjá í sjónvarpi held ég. Við eigum á getur sleik, ég jafna eftir hotn og leikurinn endar 1-1. Ok, allt í lagi, geggjað að skora á Old Trafford móti Manchester United og allt í góðu. Svo ætla ég bara í mína sturtu og rútu og drulla mér heim. Ég fer upp í eitthvað viðtal og þú veist, ég er bara búinn eftir leikinn. Það er bara búið að hlaupa ógeðslega mikið og þú veist, þurfa að elta þarna eitthvað Rooney og Ronaldo og þú veist, ég bara nenni ekki að vera einna lengur og ég fer í eitthvað viðtal í einhverju gæja hjá Mirror, ég man ekki hvað hann heitir og hann skrifar einhver pistil leikinn, bla bla bla, ég Brynjar Björn skoraði en leiðilegasta viðtal sem ég nokkuð tímann tekið sem viðkomandi blaðamaður þar sem það tók Það var Brynjar Það var við mig Svo, já, það er rittararspurningum, ég ætla að byrja það Ok Redding, þar ertu frá 2005 til 2013 og ertu í algjörðu leikilhlutverki þarna frá 2005 til 2009 spila svo 12 leiki tímbil 2010 til 11 5 leiki, 11 til 12 og engan leik þegar það fara upp í Prem 12-13 Já Hárum tilbaka nú hvað vera stórnbartaferðin þetta þín bestu ár hérna? Já Er leiðilskand að feita út einhvern veginn eða? Nei, alls ekki. Það var gert með ráð, eða þú veist ráðum, það var bara, þú veist, samvinna á okkar og Brian McDermott sem var þá manager sko, það var allt í góðu sko. Ég var óöppin, ég man ekki hvað taldir upp þarna, 11-12 eða 10-11 meiðist í illa snemma, september, október það er sennilega tímabili sem þeir fara upp þarna og ég var bara frá þú veist, fekk eitthvað bakslag þannig að ég átti einhvern veginn ekkert séns í það tímabil eftir ég meiðist sko. Þannig að ég frá þarna í einhverja 6 mánuði og þá fer ég svona eitthvað aðeins ég fer að þjálfa eitthvað smá með þú veist, unglingaliðinu og varalið og eitthvað svona og þú veist, samhliða því að halda mér gangandi eða þú veist í endurhæfingu og öðru slíku svo náttúrulega bara atvikast að þannig að við förum upp aftur og þú veist, þá er bara rými til þess að halda því áfram sko. Þannig að ég
leikmaður í leikmannahópnum, þú veist, til taks og á sama tíma er ég svona bara support leikmaður í 21 liðinu fyrir ungustrákana sko. Þú veist, Manchester United eitthvað búið að vera að gera þetta, Tom Huddlestone spilar með varaliðinu. Það er alveg sniðut sko. Þú veist, þannig að það var kannski það var náttúrulega óvart en þetta er kannski fyrsta liðið sem gerði það á sínum tíma sko. Þannig að ég í miklu metum. Já, þannig að þú veist okkar samband Bryans var gott og náttúrulega bara allt mitt samband við félagið á þessum tíma var mjög gott sko. Þannig að ég fæði þarna svona, hvað ég segja, eitt auka ár svolítið gefinn sko. En með þeim fórmerkjum náttúrulega ég er ekki að endilega að spila mikið, ekki nema þú veist, þurfi á því að halda og er að hjálpa yngri leikmönnum að komast á stað. Já. Er þetta ekki besta move á ferlinum, Redding 2005? Jú, það er bara alveg klárt. Eftir, sérstaklega eftir þegar maður sér hvernig það spilast úr því, sko, þá er það bara 100%, en þú veist, Redding var búið að vera þeir voru á sama tíma í þarna líka 1 og Stoke tíma, sko, og sama tíma í Championship nokkuð lengi líka, sko, þannig að þetta er svona þú veist, þetta er ekki stærsta félagið á Bretland, eða þú veist, í Englandi, þú veist, þetta er svona tiltölulega lítið félag, þó allir vilji kalla sitt félag svona sögufrægt, en á kannski ekkert eitthvað tilkall í það að vera að berjast það að fara upp í efstu deild, að vera bara svona gott félag í Championship, sko. Já, og það má líka alveg bara að því að þessi íslenska tenging við Stoke er svo geggjuð og hún eiginlega býr bara dálítið til þinn feril. Já, hún verður til þess að ég fer yfir til England, sko. Það er alveg má ekki vanmeta það, sko. Nei. Og það er, þú veist, á þessum tíma var ekki auðveldar en það núna, það er ekkert auðveld að komast inn í félögin í Englandi, sko. Og þú veist, þá ertu komin inn í þessa ringiðu og þú veist, ég enda í Nottingham Forest, þú veist, að því að það var einhver gæi sem var að fletta einhverju scoutingbók, sko, og þú veist, það voru ég sá einhverja tölur eitthvað 3 og 4 og þú veist, ég veit eitthvað hæst, kannski 5, kannski 10, ég hef ekki hugmynd, sko. En þú veist, við sjáum alveg að þú getur spilað þú veist, gerum við það æfir 2-3 daga, það var nóg og þú veist, þá fekk ég samningar í 1 ár, sko. Já. Það var bara eldgamla bók. Já, það var bara eitthvað svona, það var engin iPad eða, þú veist. Manstu hvað að tala það var sem stóð á blaðinu, við hliðina nafninu? Ég man að menn voru að merkja þetta svolítið svona, þú veist, 1-5, þú veist, þá ertu komin í eitthvað bara sendingar, vinnusemi, þú veist, tækni, eitthvað bara margt, já, bara eitthvað svona, þú veist, einhverju púnta, sko. En grættu að því varst í Örgríti korter hann sem leikmaður, þeir hljóta var grætt heldur mikið á þér? Þeir grættu ágætlega og held ég Vålerenga, sko, sem ég var hjá árun áður, sko. Af því að ég fer til Örgríti, Vålerenga kaupir mig frá Íslandi og ég var svona tiltölulega dýrleikmaður í launum fyrir Vålerenga, þannig að þú veist, sápakki var ekki að ganga upp, ég var ekki að spila nógu mikið til þess að réttlæta það, þannig að þeir leiða mér að fara til Ölgríti, en eiginlega held ég frítt eða svona fyrir lítið með að því gefnu að þeir fái, þú veist, einhverja hluta af næstu sölu, sko. Sem þeir heldur betur fengu síðan að lokum, sko. Kannski eitt að við stiklum bara mjög fljótt yfir bara þarna, að því að alltaf tölum Gylfa sig á hann, alltaf hann verður svo bara club legend, tölum Eðgöt á hann potential, sástu að Gylfi eru svona góður? Já, þú veist, það var alveg merkjum það, þú veist, hann var alltaf með góðan fót eða bæði, hægri vinstri, þú veist, hann var alltaf að tala um það unglingalandsliðsþjálfari, þú veist, hann skora alltaf svona draumamörk svolítið, þú veist, 25 metrum í skeytin eða stöngin inn eða sláin inn eða eitthvað, sko, það var svolítið þannig, sko. En svo fer hann náttúrulega til, held að sé besta sem hann gerði, hann fór til Krú þarna á lán í smá tíma, til Gauja og svona, ég held eftir það, þú veist, þá kemst hann út úr þessum unglingafótbolta og fer bara aðeins í harkið, sko, og
kemur bara ágætlega út úr því sko. Þannig að þá hérna ég held að næsta tímabil held ég bara með Brendan Rodgers haustið, hvað, 9-10 já, vorið segið 9 já. Þú enda séðan ferilinn hjá KR og kemur þarna árið 2013, endar þetta titli og spila fullt af leikjum. Ég ætla að ná í fleiri kalda en að hætta að tala KR. Hversu sætt var að ná enda ferilinn á góðum lundum? Það eru þetta fullt af aðdurumönnum sem koma heim og ætla að gera þetta kósi og endar ekki vel, en það var einhvern veginn drauma endir eða hvað? Var bara, já, það var alveg drauma endir, þú veist, eins gott og það gat verið. Það var kemur náttúrulega inn í bara gott lið, þú veist, Bjarni Guðjóns Baldur Sig, Greta Sigfinnur, Hannes í markinu, þú veist, fleiri. Frábært lið, sko. Gary Martin náttúrulega frammi. Mummi Messi. Já, Óskar Örn, þú veist, þetta bara drullu gott lið, sko. Já, Mummi. Og ég kem spila 16 leiki. Mér fann, þú veist, minningin og tilfinningin einhvern veginn, ég var í smá basli, þú veist, fór út að meiddur eitthvað 2-3 svar og eitthvað svona, sko, mistaði einhverju leikjum út af því. En spila samt einhverja 16 leiki, held ég ekki spilað 12-14 þeirra, þú veist, frá byrjun og megnið að þeim, sko. Þannig að það var bara geggjað, sko. Og bara einhvern veginn af, eins og meira að segja fá að enda á þessum nótum heldur en í einhverju, þú veist aldrei með, þú veist, hvort sem það KR eða Valur eða Víkingur eða hvernig sem það verður, þú veist aldrei, þú getur alltaf lent á einhverju tímabil sem þetta bara basl og þú endur í 3., 4., 5., 7. sæti, sko. Þannig að þannig að bara þakkláttur fyrir það einhvern veginn að fá þennan endi. Já. Með mínu, þú veist, ég mikill Vesturbæingur, káringur, ég bara uppælinn þarna og búin að vera í KR frá því að ég var, þú veist, mann eftir mér. Spila mín fyrstu meistaraflokksár þar, bikarmeistari 95. Þú veist, síðan hafa allir sem hafa farið í gegnum KR, þú veist, upplaði, þú veist, einhver tímabil það sem áttur alltaf að vinna mótið en endaði síðan í 7. 7. sæti, skilur, það er alltaf jafn leiðilegt, sko. Þannig að það var hrikalega gaman að koma heim og ná að klára þetta. Á Íslandsmeistaratitli, já, geggjað, hvað var gaman. En við tölum aðeins hotlistu í byrjun þáttar, sko, maður langar að spyrja þig, kom aldrei annað, það var þetta flott projekt í gangi, flotti leikmenn, Rúnar Kristins að þjálfa og góð stemning í KR, en kom aldrei annað greina en að enda í KR? Hefði ég alveg geta bóðið í og Nei, ég hefði bara alltaf farið í KR, sko. Ég fekk símtal frá Hemma, þá var hann að taka við Eyjum. Eyjubjóf, já. Hörmunendur mótið og allt í gangi? Já, hörmunendur í gangi og þú veist, þjóðatíð og þú veist, það allt margt að sækja í hérna, sko. En ég hefði ekki getað það, sko. Það var bara, þú veist, sama, ég fer náttúrulega úr KR og í Stjörnuna til að þjálfa og þú veist, þetta var eitthvað svona debate, eða þú veist, en var eitthvað hræddur að ég væri að fara að þjálfa og vera spilandi aðstoðarþjálfari eða eitthvað svoleið, sko, þú veist, það kom aldrei til greina, sko, þú veist, og líka bara, þú veist, ef ég ætla að fara að þjálfa, þá bara ferða að þjálfa, þarf ekkert að vera inn á vellinu meira, sko. Nei. Það var svo geðveikt sumar, miðjan upp á sitt besta, Brynjar Björn að koma heim, Rúnar Kristins að þjálfa, þetta bara gullarinn þegar maður var aðalst upp hérna, sko. Já, það var líka helviti gott lið hjá okkur. Já. Tökum landslið í restina, spila 74 landsleiki á tímabilinu 97 til 2009. Sko, að spyrja mann sem að spila á þessum árum, þetta hlýtur bara að vera skylduspurning. Þetta frábær einstaklingsgæði. En náðu kannski ekki þeim hæðum sem lið sem að maður hefði ætlast til af öllum sem frábæru leikmönnum. Hvað heldur þú að hafi valdið því? Það er mikið. Við náðum, þú veist, til að byrja með þegar ég að byrja, eða þú veist, með Gauja, þú veist, spilaði frakkana hérna heima úti og þú veist, það er í sjálfum, þú veist, við erum bara sigri frá því í Frakklandi að komast á stórmót, sko. Þú veist, það er bara einn leikur, þú veist, leikur er bara leikur, skilur við.
Það voru alveg úrslit. Þannig að, þú veist, einhverjum árum setna erum við með Loga og Geira þegar við erum að spila þú veist, aftur í Þýskalandi. Ég veit ekki hvað árið 2003 held ég. Það Heiðar Helgu og Oliver Kahn fara í hérna? Já, sé ekki þá. Við skorum úr hotni eða eitthvað, þegar getum fengið 1-0 eða komist í 1-0, dómarinn dæmir af. Þú veist, þannig að einhver staðar á leiðin erum við búin að vera alveg nálagt sko, þó að hérna líkunar hafi ekki verið með okkur í þessum leikjum þegar við erum spilað Frakkland og Þýskaland, skilur við, þú færið ekki erfiðara andstæðinga á útivelli sko. Nei. En svo má bæta það sem Brynjar að tala líka er að þarna eru bara 16 liða EM og 32 liða HM sko. Mjög erfiðara að komast inn á stórmót. Miklu erfiðara. Og ekkert play-off held ég nema kannski best annarsætið einhver staðar sko. Það var engin þjóðadeild þannig sko. Nei, þannig að þú veist einhver staðar voru við nálagt en hérna það var síðan kemur náttúrulega tímabil sem bara var ekki nógu gott eins og þú segir, miða við held ég bara leikmennina sem voru til staðar sko. Hvaða var það hérna ég held að sé bara þú veist, má sofandaháttur þú veist, að mörgu leiti hjá KSÍ á þessu tímabili þú veist, menn eru einhvern veginn vilja bara reka sig, vera réttu með við nullið þú veist, það var lítið lagt í liðið, það var sennilega bara eitt sjúkraþjálfari með eitt liðstjóri, þú veist, starfsliðið var kannski bara eins og Pepsi-deildaliðið með það núna, skilur við markmannsþjálfari, þú veist 4-5 menn, sko. Já, og var þetta ekki, ég held að Eiður Smára að tala um þetta í mörgum viðtölum, að þú veist, það sem kannski gerðist tóltið er líka að þið voru, og þarna þú að spila í frábæran liðum, að þeir að mæti landslið sem á að vera toppurinn í verri aðstæður heldur en þeir eru í week in, week out. Já, þú veist, kemur í verri aðstæður sem kemur bara í eitthvað, þú veist, komum hérna í september í einhver landsleikjaglugga eða hvað það og þú veist, það eru til 10 vettlingapör, skilur en við erum 20 og þú veist, það er hérna, þú veist, búningurinn inni, þeir eru allir í XL eða, þú veist, það var svona einhvern veginn, það var bara einhver sofandaháttur í kringum það og það held ég bara, þú veist, smita niður í sig, þú veist, þjálfara, þú veist, getur ekki deilt þjálfara með Óla Jó á þessum árum sem var þá með betri eða besti þjálfari landsins, skilur við, með að úslita allavega og hérna tímabilið var Jolli búin að gera mjög vel með 21 árs landsliðið sem hann tekur síðan við aðlandsliðinu upp úr því þannig að þú veist, það er svona en á sama tíma allt er þetta mjög einfaldar auðveldar ráðningar, held ég, þú veist, það er ekkert verið að leita út fyrir bóksið á þessum tíma sko. Hérna þannig að það, þú veist, við erum á tímabili með, held ég, með sjálfan Ívar, Heiðar, Eiður, Hemmi á þessu tíu, kannski einnig viðbótana, þú veist, sem eru að spila í efstu deildi í Englandi á sama tíma, sko, Gretar Rapp, örugglega, einmitt, sko. Þetta er miklu betra lið þegar við vorum með þegar við vorum 16-18, sko. En kannski ekki betra lið en betri á pappír. Já. Þeir eru bara betra lið, þeir bara fóru áfram. En það komið að rittarspurningunum í bland við almennar spurningar og það er búið lengjunar settu spenn í leikinn og tippaðu og styddu við Ísland íþróttalífi í leiðinni. Þetta með lengju appið. Já, það er svo on-appið, bara staðarbúnaður. Já, mér finnst þetta best að gera þetta bara á vefnum en það er nú bara mitt persónulega preference. Svo er það búlan, burger, franskar og gos á búlunni. Já, það klikkar ekki. Einhvern veginn getur ekki klikkað. Sko. Og ég tala nú ekki tvöfaldan burger með brauð á milli, sko. Auka gumsi. Það er rosalegt dæmi. En rittarspurningarnar, ég ætla að leyfa Jóni Degi að ríða á vaðið. Hvort fannst þér Birkir Valur performa betur á lausu eða föstu? Já, ég ætla að segja lausu. Hann er sattur. Ég er ekki hissa á því. Ernir Artbergs spyr, væri Brynjar til að taka við skallagrými ef að Borgnesingar koma með stóru selna? Það þarf ekki stóru selna, þeir eru bara gott félag og góðum stað, sko. Já. Pálmi Þórsson
væri gaman ef þú getur aðeins farið með okkur í gegnum stóðsendingun á móti Liverpool í FA byggar. Aftur, já. Það er rosalegt mark, sko. Ég held ég að við króifað eitt þarna og svo kloppaði annan og svo bara flengdi honum á hausinn á Shane Long. Takk. Já, takk fyrir það. Verða City góður á næsta tímabili eða er Pep Guardiola búinn, spyr Friðjón Haukur. Síðast í dansin eða ekki bara? Jú, það er líka. Já. Þetta komið fram, en er Guðjón Þórsson besti þjálfari í sögu Íslands? Já, klárlega einna betri eða besti, já. Elvar Smári spyr, nú er Redding í miklum fjárhagserfiðleikum eins og við komum fram í byrjun þáttar. Hvernig bara við Brynjar að sjá stöðuna á klubnum og er hann bjartsýnn? Ertu bjartsýnn fyrir nýjum tíma? Já, ég miðað við samtalið sem ég átti fyrir í kvölda þá er bara, held ég, að gerast á morgun sem verður einhvern tímann í þessar útsendíku að staðan verði betri, já, á morgun en hún er í dag. Já, ok. Það er fagnaðarefni. Eitthvað ef og hefði eftir ferilinn? Nei. Það er ekki, þú hugsaðir ekki þannig? Nei, já, ég held að það er kannski hluta að því, sko. Nei, hugsa ekki þannig, sko, en nei, það þýðir ekkert að vera í baksýn í speglinum, það er bara áframgak. Já. Hvað leiði best? Í Redding. Já. Sjá, sko, ég held að sem bara komin að loka liðnum. Ég er kannski með eitt. Já, endilega. Fyrir þá stjórnarmenn sem er að hlusta, þá er Brynjabjörn á lausu. Já. Það er bara nákvæmlega þannig. Hann bað mig ekki að segja þetta. Söpvemenn, þeir eru með tvíþætta spurningu hérna. Hitta er rista annars var? Rista. Já. Upp á spátur. Ekki BLT? BMT, já. Ítalska BMT. Já. Hann er rosalega sammála því. Og svo er það David Jones. Hefur þú smakkað döflurna frá David Jones? Nei. Nei, það er eitthvað sem ég var eftir. Hann á það bara inni. Ég mæli með því að ekki byrja á lakkrísnum. Nei. Þá getur ekki hægt, sko. Ég byrja bara á hnetuspjörunu eða saltkaramell eða strawberry milkshake mögulega. Gott að maður á eitthvað eftir. Já, ég veit það. Þá er komið að hraðaspurningum sem eru jafnframt loka liðurinn og naglinn í frábæra kistu. Hraðaspurningarnar í boði Frumherja. Frumherja er þjónustufyrirtæki á skoðunar- og prófunarsviði og þjónustar viðskiptavinum all land. Allir með 5 í endastaf, tic-tac. Já, og orri hlöðu þessu þetta í stafninum. Já, hann kom þátt oft fyrir síðasta þetta. Já, sem er líka skemmtur ástís. Og svo er það kemik, góð þjónusta, bílavörur, sápur, sótthreinsivörur, meindýravarnir, efna og öryggis og landbúnaðurur. Ég held að séu með einhver 17.000 vörunúmer síðast þegar ég taldi þetta. Já, þetta er svona bara nokkuð annað. En bara, þú trúir ekki hvað lagarinn er útfullar af einhverju góðu dóti, sko. Það er örugglega að vesla í matur enna, sko. Hóttið, sko. Ég myndi samt ekki gera það. Herriði, það er komið að hraðaspurningunum. Brynjar, þú ættir afar farsalan fyrir sem atvinnumæður. Þú fengir að upplifa eitt ævintýri aftur, þú mátt túlka þetta eins og þú vilt, hvort það sem félag eða leikur eða tímabil. Já, bara tímabilið í úrvalsdeildinni. Já. Er eitthvað land eða lönd sem að þú hefði viljað spila í? Ítalíu. Já. Það verður góð þar. Stærsta lið sem reyndi að fá þig? Sko, áður en ég fer frá Svíþjóð til Stók, þá var verið að tala eitthvað lið frá Ítalíu og það var mögulega Napoli. Já, það hefði verið fínt. Hann og Maradona saman? Nei, hann er ekki svona gráð. Ég hef búin að vera í klipping og allt í morgun og samt kemur við þetta. Nei, það er í lokin. Það er svona. Það hefði ekki verið gaman að spila með Maradona. Uppáhaldsmark? Á Old Trafford, skallið eftir hot slánin. Já. Erfiðasti andstæðingur sem þú mætt á fellum? Zidane. Já, nett maður. Já. Besti samir á ferlinum? Það er hérna heima, Eiður, þú veist, Ívar náttúrulega með mér bæði, þú veist, landslið og Redding
Ég ætla bara að hendi félaga þinn, Stephen Hunt. Já. Hann var segur. Hann segur. Besti leikmaður sem þú þjálfað? Góð. Ísak Dahlqvist. Já. Var í Örgríti? Nei, í Örgríti. Já. Ekki, já. Ekki einu sanni kannski. Nei. Hvenær varstu upp á þetta allra besta, eitt tímabil? Já, 2005 og 6. Þitt lið í bestu deildin dag fyrir utan KR? Stjarnan. Já. Þitt lið í enska boltan? United. Manchester United. Já. Það að vinna Evrópudeildina? Já, við verðum bara að taka það. Það ekkert annað í boði. Þá erum við bara komin að loka spurningunni hérna í kvöld, búið að vera svo gaman. Þetta búið að geðvegt, bara takk fyrir frábært kvöld. 2,5 tími búin að líða eins og korter. Brynjar, já, og vona ég ykkar upplifin sér svo sama, væntanlega hún það ef þið ennþá að hlusta. Það bara, eitt ráð til ungra leikmanna og jafnvel ungra þjálfara. Eitt ráð, já. Hafa gaman, líkilatriði. Já, hafa gaman. Brynjar Bjarni Gunnarsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis, takk fyrir mig.